Herðu, við erum velkomin í Götu stráka. Já, þá er hann kominn til okkar. My life is a fucking movie. Komið til thriller í gangi á Götu strákum í dag. Þórsarinn, að setja Alkmaar geitin oft kölluð. Tæpla 400 leiki með Coventry og Cardiff í bestu deildum Englands. 31 mark sem lá í netinu, en líklegast eftirminnilegasta var þegar hann jafnaði á móti Man City 30 sigurleik. En þar voru menn eins og Edin Dzeko, Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva og fleiri kjúklingar. Akureyringurinn farin upp á húið með þeim stóra á Sjallanum 2014 og gerði það svo frægt á EM 2016. Signature move. Spurðu Íslending hver uppáhaldsmomentið hans í lífinu. Það er annarkvort þegar Gunnarsson kom okkur á EM eða HM. Hann búinn að missa hárið, en er samt þjóðarstolt okkar Íslendinga. Ég sit hér klökkur, nýbúinn í klippingu og hugsa það sama og í byrjun. My life is a movie. Með enga vel frá Dubai, beint í stúdíu og Götu stráka. Aron Einar Gunnarsson, velkomin. Takk fyrir. Geggja að fá þig maður. Og kynning. Já, takk fyrir að koma maður. Hvernig ertu? Ég er góður, ég sé það út nýkliftur. Ég er nýkliftur? Vel feitaður, þið erum báðið feitaður. Já, bara nýkliftir sko. Við erum með alvöru barber í þessu, glacier cut sko. Við förum ekkert annað. En hvernig er, af hvernig mættur hérna? Ég ætla samt að leiðrétta, það er ekki Dubai, það er Katar, það er næsti bara. Ég sér ég náðu honum. Kynningi var... Já, kynningi var svona næstu, já. Kjúklingandi með Yaya Toure. Já, Katar er ekki Dubai. Nei, Katar er bara næsti bara við, það er 45 minna flug bara. Já, þetta er bara svo Reykjavík og Skaginn. Já, svona heila. Ég held að var að segja Reykjavík Akureyri, það er flug 45 minna bara yfir. Já, ok. Mættur. En ég get alveg sagt þér að ég bjóst nú ekkert við að fá því í þáttinn. Ég er búinn að horfa á okkur síðan í byrjuðu og verið áskrifandi og hef gaman að ykkur, þetta er svona öðru sig og ég er reyndar ekki með þessa sögu sem að þið hafi, viðmælendur ykkar hafa verið með rosalega sögu sko. Nei, þú veist ekki að sprauta í hælnum í Coventry sko, við vitum það. Ég var ekki alveg það. En ég meina, þú ert kannski með öðruvísi sögur. Já, kannski. Neða þessi gaurar sem hefur komið til okkar, þeir eru ekkert á EM eða spila í Katar og þú veist. Það er rosalega sögur líka. Já, það er öðruvísi. Já. Hvernig er það mættu, þú veist, eins og bara hérna til, þú veist, Íslands bara úr 50 gráðunum í Katar? Öðru sí, þetta herðir drengina minn, ég á 3 stráka sem lendu og fyrst þess að sögðu og ákvað mér kall þannig að það er smá viðbyrðið fyrir og svo er líka búin að rigning bara gul viðvörun síðan hvernig er bara velkomin að búa þetta er viðbyrður, þetta er algjör viðbyrður sko. En þetta er alltaf leið, bara gott að koma heim í sumafrí, það er alltaf gott að koma heim og slaka þess á. Hvernig bíl komst á? Ramax bara. Já, bara gamla góða Ramaxin. Já, það er bara Kia Eva 6 eitthvað. Já, ok, geðu. Já, hvað ekki bara... Herri, jú, við ætlum að fara svona aðeins bara í söguna og svo ætlum við svo förum við í kjaftaði. Já, til ég. Ég bjó í morgun, ég vaknaði. Já. Ég bjóð til 6 spurningar fyrir ykkur. Fótboltamaður, hann ég ákvað hendi í fótboltspurningu. Þú liðbúmaður ekki? Jú, ég liðbúmaður. Jónættir. Já, það er veistla. Þannig í þessu þætti, þú veist, við ætlum að fara þessu söguna, svo erum við með spurningar frá aðdáendum, hvað er, hvort myndur þú frekar, hver er maðurinn, og þú veist, við erum með, það er stútfullu þáttur, sko. Við á móti þér í, hver er maðurinn. Já, ég fann, 5 fótboltamenn og, hann er líka alltaf að monta sig hvað hann er mikill áhugamaður fótbolta. Já, þess vegna bjóði til spurninga, þetta er voða basic spurningar, sko, þannig að hann ætti að einhver svör. Enda með hjartengingu. Nei, alls ekki, þetta er voða easy. Þetta er bara máli, sko, þegar ég kynnti Starunni, þá vissi hann alltaf hvað bolti er og nú var hann að halda bara matabóð í gær og horfa Haukar IPVF í handbolta. Já, vel gert. Ég bara, já, hann má ekki drifla bolta, þá minn maður mætti skjáinn, sko. Það er rosalega. Ég er að koma mér inn í þetta. Já, það er þetta. Herri, vilt þú byrja kannski aðeins og sögurinn bara á... Já, bara byrjum bara frá byrjunni. Hvernig varstu sem barn? Vel virkur. Já. Ég er að fá það margfalt í bakið núna með drengina mína. Þeir hafa tekið það upp eftir pappa sínum. Já. Þú veist, bara íþróttir hvað sem það var handbolti, fótbolti, körfubolti, gönguskíði bara í rauninni það sem að gönguskíði? Já, ég tók 1 ár á gönguskíðum það fyndi sko vel nördalega. Já, það kom einhver kynning hérna í skólan gönguskíða kennari kom og var með einhverja kynningu svo er ég allt innu mættur Andrés og andaleika sko. Bara í gönguskíða keppni. Af hverju hélstu ekki við það? Ég var nú ekkert frábær, ég held ég að lendi 11 af 12 mögulega 12 þáttökum, þannig að ég var ekkert frábær. Nei. En þú veist að íþrótta, þú veist, ef maður lítið tilbaka og hugsa tilbaka, þá er þetta mest allt íþróttir sko. Ég var mikið bara, þú veist, eins og þið þekkja áður en að þessi gerfugrasshallir komu þá var maður í handbolta á veturnar og
og þegar grassið fór að grenga og fór maður út í fótbolta, kannski 4 mánuði ári í fótboltanum og svo handboltinn tók við á veturna, þannig að þetta var krakki með mikla orku og það þurfti að beisla það eins og lefa mér að djöblast. Já, hann var svona smá ofirkur bara. Já, það má segja það sko, í íþróttum og í skólinn gekk vel, það var ekkert vesen á mig þar, en bara, ég var bara íþróttaþengjandi og ég kem úr mikill íþróttafjölskyldu. Pabbi var í handbolta og bróðir minn að spila út í Þýskalandi í handbolta og mamma mín mikil íþróttakona líka, þannig að þetta er bara íþrótta í genunum sko. Þannig að líka á Akureyri það var ekkert mikið annað að gera sko. Hefurðu verið settur á ADHD-lyf í dag? Ég veit það ekki sko. Það kæmur ekkert óvart en ég held samt ekki sko. Ekki miða við það sem að maður heyrir ég var ekki þannig Nei, skilji. Varst alveg góður námsmaður og svona? Já, þegar ég tók mig til sko, þá var ég alveg með svona einhvern veginn haus í það bara að einbytta mér að einhverju og þá bara þurfti ég að mastera það, ég er svolítið þannig sko. All in. Já, ég bara hef alltaf verið í hvað sem ég tek mig fyrir, alltaf bara all in eða ekkert sko. Auka maður, ég tengi við það. Já. Hvernig var að alast upp á Akureyri? Geggjað, lítið bæjarfélag, allir þekki alla og labbar út allt og þetta var bara svona út að leika á kvöldin. Gamli mætti vissi hvar við vorum og hvað fótboltavöll við vorum á sumrin sérstaklega mætti bara og náði okkur 11-12 leiti sérstaklega á sumrin þegar það var sumarfrí sko. Já, bara þetta er svona það sem hægt að segja æskunar sko, en mjög góð æska, ekki eins og kannski eins og ég sagði aðan En hvenær byrjar í fótbolta? Er það bara, bara pínulítið? Já, 4. Já, bara svoleiðis. Byrja að djöblast þá, bara handbolti og fótbolti. Pabbi á með að vara að þjálfa sérstaklega handbolta, þannig að ég var eiginlega bara mættur á íþróttavöll mjög snemma sko, 3-4 ára sko. En hvenær hættur þú þá í handbolta? 15 ára já, með minni það. Er það bara svona decision sem ég ætla bara að gefa í fótboltan? Ég var byrjar að fara á reynslur ég fór til Hollands mikið á svona viku trial og þá fór ég svona átta með á því að ég þyrfti að fara að velja en þá var samt meðvitað alveg að halda mér í báðum til að ná styrkleika úr hvor íþróttinni fyrir sig að halda mér í báðum íþróttum eins lengi og hægt var en leið og ég valdi fótbolta þá fór ég að bæta mig miklu meira í því svona ef ég var alveg hreinskilinn sko. En ég held ég að klára ég held ég að hætti svona alfarið í handbolta 15 ára. 15 ára, já. Okay. Ég fluttur út 17 ára. Og varstu mjög góður í handbolta líka? Já, ég var ég held ég að væri ekki nógu stór samt í handbolta núna skilur við þannig að flotta ég hef sennilega verið hornamaður þá en ég var miðjumaður þegar ég var að spila en ég var alveg byrjar að spila með meistaraflokki í Þór og svona þannig að en ég var bara núna ef ég lítið baka þá væri ég sennilega ekki nógu stór í það sko Bróðan í landsliðinu eða ekki? Jú, hann er reyndar hættur með landsliðinu og er að hætta núna þetta síðast tímabil í Þýskalandi hann er að taka þjálfun í þessu aðstoðarþjálfari í liðinu sem hann er í þannig að hann er að hætta í boltanum. Ok, gekkja Herðu, já, ok ég held að það var ekki mér svo 20 spurningar en ok, þú hvenær ferðu síðan út? 17 ára flytið til Hollands já, það ferðu í Aseta Alkmaar ævintýrið eins og er oft talað hvað kjaftaði var það? Sko þetta var fekk í rauninni bara tilboð að koma og vera hjá fjölskyldu sem sá mig ok og vera í úlingaliðinu Aseta ég bara vissi að ég þyrfti að taka næsta skref ég á komið góða grunnþjálfun hérna á Íslandi en til þess að taka næsta skref þá þurfti maður að fara út og fyrir bara vel ungur 17 ára og flytt bara einn það var virkilega erfitt svona fyrsta mánuðin að venjast því en samt sem áður geggjaði tími, ég lærði heilmikið og bara, svona, eins og ég segi, grunnþjálfun, ég mætti hann á fyrstu æfingu og fekk svona ákveðið sjokk bara hvað
hversu tæknilega fremri þeir væru sjálfur mér sko mætir að ná að kloppaði 3 svar sko inn í reit bara fyrstu aðingu hvað ég að gera bara algjör jartenging það má segja það sko. Þannig að það var svona ákveðin jartenging en samt sem áður hugsaði með mér þetta allavega góðu staði til að bæta sig á en skrifið var alltaf ég vissi alltaf að ég væri að fara enda á Englandi sko. það var alltaf bara draumurinn okay. að fara til Englands ég var þannig líkamlega byggður þannig einhvern veginn hæfileikandi mínir henda vel á Englandi og þetta var bara svona milliskref sko, að læra ýmislegt og Holland mjög góður skóli ég fæ oft spurningu frá foreldrum sem eiga stráka eða stelpur sem eru góð í svona frambærileg í fótbolta og efnileg hvert ætti að fara og það ég bendi þeim alltaf á Holland mjög góður skóli fyrir það sko. Og hvernig þetta, og mér langar svolítið að setja því 17 ára, mér finnst það svo að ég var svo ógeðslega óþroskaði þá ég líka hvernig hvernig ertu andlega að bara fljúa út bara og það ertu ekkert kvíðin eða eitthvað Jú, það má alveg, ef við lítið baka þá má alveg segja það sko ég fór út með þess að þjálfara mín sem hafði farið með mig upp alla yngri okkar Palla Gísla mömmu og pappa og við vorum öll saman hann fyrstu vikun á hóteli og svo þegar það var alltaf lagi skilur það var bara gott að byrja svona að koma með fyrir en ég var á hóteli fyrsta mánuðin sko fyrsta mánuðin, og það var alveg kvöld sem mamma var bara shit ég get þetta ekki bara hef ekki trú á sjálfum mér að höndla þetta sko. Og það var oft símtölu í mömmu grátandi og svona bara einhvern veginn söknuður félagana og svona það var alltaf mamma kom alltaf með góða setningu þeir myndu gefa hægri hendina til þess að vera í sömu stöðu og þú þá svona ég actually í svona tækifæri til þess að verða einhvað eða til þess að betur bæta sjálfa mig í fótbolta og þetta var bara setning sem ég þurfti að halda á þessum tíma sko. 17, maður bara krakki þetta bara, maður nýbúið með grunnskóla ég nýbúin að falla í öllum samræðum og einhvern sérbekk í fjölbröð varst ekkert ósjálfbjarga og svona, þú veist Jú, fyrsta var ég náttúrulega á hóteli sko og svo eftir þann mánuð flyt ég á fjölskyldu sem það maður og kona sem að taka mig inn og ég bý bara eftir henni og þau eru bara að sjá mér inn allt sko það var allt, tipp topp var þetta klubbinn og það, ég var ekkert að hendi þvottavélar og svona sko þeir sá íþróttafatnaðinn og allt það þannig að en vissulega var þetta sjokk fyrir svona ungan strák að fara sko En hvað ertu lengi að það? Ég er í 2 ár Þú ert í 2 ára þá? En hvað, í bara úlingaliðinu eða? Já, ég er í úlingaliðinu og vinnum upp í varaliði og seinna árið þá var ég að reyna að komast í A-liði þetta var mjög sterkt lið á þessum tíma það var Grétar Steinsson var og Jói Kalli sem er þjálfarinn og Skagamenn alltaf tengi og þeir voru í sér liði og maður var að reyna að vinna sinni í það bara komast inn í æfingarhóp það en það gekk ekki upp en ég var byrjar að spila fyrir A-landsliði á Íslandi þannig að ég hugsaði með mér ég þurfti að færa umsett og það var raunin, ég fekk tilboð frá Coventry eftir eitt góðan leik á móti Færeyjum og heima og fekk tilboð að koma til Coventry City þá 19 ára og vissi að það verið svona svolítið stórstökk og spila allt innu fyrir fram á 30.000 manns og maður er auðvelt að fara bara upp í skíin og vera maður unni á höfu þannig að ég ákvað að biðja mömmum að koma og flytja út með mér mömmustrákurinn sem ég er sko og hún ákveður það tekur sér bara pásu í vinnunni og flyttur út með mér til Coventry Þannig þeir eru bara 2 þar eða? Já, ok Og það ekki heldur þægilegt eða? Jú, það var, bara meðvitað ég vissi að ég þyrfti að koma fyrir og svona nokkuð neginn reyna að halda mér á jörðinu sko En hvernig var þetta eins og fyrir fóldræðina að fara 17 ára út það ert ekki að sleppa allir fjölbraut og öll námi og allt svona Já, ég kláraði 1 ár í Emma á henni fyrir út og svo í Hollandi er ég í fjarnámi og kláraði ykkur 39 einingar í fjarnáminu þegar ég var í Hollandi en svo þegar ég fer til Englands þá eiginlega bara
hætti ég því sko já. En ég var að, fyndið að segja ég var að byrja aftur í fjárnámi klára stúdenti bara, ég var að byrja núna eftir áramót og var að klára 5 áfanga núna í fjárnámi sko. Hvað ákvörðu? Bara því, eins og ég sagði áðan, þegar ég byrja á einhverju þá verði ég að klára. Já, verður að klára bara, já. Þetta bara í hausnum sko. Já, ok, það þetta rosalega sko. Þannig að ég ætla að klára stúdentinn áður en ég hætti. Ok, áður en hættir í fótbolta? Já, ég reynaði allavega. Svo getur komist í velinu að vinnu? 3 annir eftir. Þannig að það er smá álag. Þú ert hvað, í Coventry í 3 ára? Já, 3 ára. Hvernig að vera þar og mæta þú í Championship, þetta ekki bara harkan? Jú. Þetta var ákveðið svona kultúrsjokk sko, varandi fótboltan. Fyrsta ári gengur mjög vel og stend mig bara mjög vel í Coventry og vekur svona áhuga margra liða í úrvalsdeildinni. Fórstu svona sem í hrappar í byrjunarliðið? Já, ég byrjaði bara fyrsta leik og spilaði eiginlega bara alla leikina sko. Fyrsta tímabilinu mínu og fæ þarna vek áhuga að liða í úrvalsdeildinu og það var náttúrulega alltaf planið að komast þar upp en þeir einhvern veginn segja að ég vil ekki selja mig og ég sé mikilvæg leikmaður fyrir næsta tímabil og svona þannig ég var svolítið svektur og pirraður og hausinn fór svona aðeins á flug og þá svona seinna árið hjá Coventry var ekki gott sko. Þá var ég að jamma mikið og var ekkert með hausinn almennilega skrúaðan á það var gott að hafa gömlu til þess að svona í rauninni leyfði hún mig bara að reka mig á sjálfur sko. Að 3. ári var miklu betra en annað ári var bara sjokking að því ég var bara með hausinn einhvers staðar allt annars staðar og var bara að jamma mikið og veist, ungur og svona flög hátt. En hvaða lið eins og hvaða lið voru að hafa áhuga þarna? Það var þarna á þessum tíma var West Brom maður veit náttúrulega ekkert hvað það var til í því en West Brom var allavega ég fór að fund með þeim og svona en svo Liverpool höfðu einhvers konar áhuga ég veit ekki hversu stórt það var ég fekk allavega að heyra það frá umboðsmannum mínum en svo veit maður aldrei en það voru lið sem að Hull hefði verið í úrvalsdeildinni líka þegar þeir vildu fá mig þannig að það var, það var alveg svekkelsi að geta ekki komist í að næsta skref en ég hef ekkert verið tilbúin í það sko tvítur og allir nú komin í úrvalsdeildina og bara ekki klára í það sko Það fór bara eins og dátt að fara Já, ég er alveg á því Og eftir Coventry dæmi hvað, þú ertu þá laus á samning eða? Já, ég var með 3 ára samning og ég let hann í rauninni bara renn út þá fyrir ég á fund akkurat með West Brom og svo kemur Cardiff inn í þetta og það var svona skemmtileg uppbygging þar í gangi og ég ákvað að kýla á það Þú ert Cardiff Gate eða ekki? Ég var þar mjög lengi 8 ár og veist, það er minn klúbbur í rauninni sko. Ég er búin að vera lengst þar og þar eru svona skemmtilega minningar tvisar komist upp í úrvalsdeild einu sinni Carling Cup Final þannig að þetta var þannig tími þetta er svona annað heimili mitt sko. Skoraði á móti Manchester City já Manstu eftir því? Já Þú gleymir því Það er þetta að gleyma því sko Ekki, það hefur alveg hefðis nöfnað það sko Já, þetta var mjög gott lið þetta var náttúrulega ég held að vera fyrsti heimalegur okkar í úrvalsdeildinni eftir að komast upp þannig að þetta var svaka statement fyrir okkur við fjallum svo eftir þetta en það skiptir ekki máli þetta var fyrsta úrvalsdeildarmarki í Cardiff þannig að ég á það allavega það er í sögunni það er geðveikt fer svo til Cardiff og hvað 271 leikur getur það að passa? Já, ég held að sé eitthvað kringum 280 Já maður er svona hrátt gíski á mér sko 25 mörg, getur það ekki passa þú er einhverstað þar já, getur passa já, og svo er það, og ertu ógeðslega lengi í Cardiff og hvernig er eins og að vera í Cardiff þú veist, að labba á göttunum og eitthvað svona, ferðu frið eða já, þetta var alveg þetta var mjög góðu tími svo er ég að kynast konunum minna þegar þú komast upp og hún flytur út 2000 svo ég fari ekki í vesen 2015 tímabili og og 2 af drengjum okkar fættir þarna þannig að þetta er bara minn svona eins og ég sagði minn svona second home sko en Cardiff eins og ég segi bara geggjaði tími
en svo þegar það svona leið undir loka, svo hoppum hratt yfir þetta, þá var alveg komið tími að breyta það og prófa eitthvað nýtt. Þar kemur Heimir Hallgríms inn, hann var þjálfari þess í Katar og í janúar í rauninni talar hann við mig og spyr hvort að ég sé tilbúin að hoppa eftir tímabilið í Cardiff og það er frábær ákvörðun. Líka með á mér var orðin svolítið beglaður og mikið að leikjum, 9 ár í Championship sem er 46 leikja deild og það er álag sko. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja því, er þetta ekki svona mesta harkan bara af öllum deildunum eða? Gróf deild eða ekki? Jú, mjög, þetta er bara tempo, leikir, þú veist það. Nýja í læri og bara endalegt. Nýja í læri, nei, þá veist það, bara no joke, þetta er fárán, ef maður horfið tilbaka og hvernig maður höndlaði að vera þannig 9 ár, en þú veist, þetta er í rauninni bara leikur, lögði, annarkvort frí eða recovery á sunnuti, æfing mánudag, svo verðst að ferðast og það leikur þriðjudag. Og svo bara kemur heim 4 nóttina eftir útileika eða eitthvað og miðvikudegi, það var kannski frí á miðvikudegi, recovery 50dag, æfing föstudag og svo leikur laugardag. Þannig að þetta var bara svona sex, fútbol and rock and roll. Og þú veist, í rauninni sko, og svo bara í svona lók tímabils var maður farin að hringja heim bara, þú veist, ég er alveg sigraður sko, þú veist, andlega og líkamlega, þannig að þú veist, þetta tók á en geggjaðir tími, ég elska þessa deild sko. Ég horfi alveg líka mikið á hana ennþá, deildir sem er ekki með VAR sem að trubla mér svolítið mikið sko. Hvaða lið heldur með? United. Þú ert United? Já, ég er United. Já, velkomin. Þannig að bara vel gert og bara til hamingju með meistaradeildarsæti. Já, takk kærlega sem leiðis maður, þetta er alveg frábært sko. Getur ekki sagt það saman um mig. En bara þú veist, þið reyndu ykkar besta. Varstu mikið mittur framan af eða var það mest svona þessi deild sem að Já, ég var farin að finna fyrir svona setni hlutunum hluta árana í Cardiff að ég var svona, þú veist, það var lítil meðisl hér og þar sem er alveg eðlilegt, þú veist, það er alveg mikið meðisl í þessari deilda þegar það er svo mikið álag, það er tempo og ég var farin að finna fyrir því svona þegar ég var að eldast að þetta var farin að hafa svolítið mikil áhrif á líkamann sko, en það var maður alltaf þegar maður mætti með landsliðinu þá var maður einhvern veginn tjösla saman og þú veist eins og að HM þá var nánast kyrt inn á bara í hjólastól. Já, ég ætlum að fara aðeins í það á eftir, ég var bara hlust á viðtal við í gær sko, en þú ert með einum liðþófa færri en flestir, það er svoleiðis. Já, og ökla aðgerir og þannig að þetta var alveg, þú veist, álag. Já, finnst þið vanta meiri virðingu fyrir fólk sem er færri liðþófa? Er þú það líka? Nei, ég sko, nei. Þetta var að býða eftir smá beppi, sko. Nei, ok, árum förum við Al-Arabi, förum við í þetta EM-rugl, ég veit, þú erum búin að tala um þetta milljón sinnum og kjafta, en þetta er bara svo, ég maður, þú veist, við vorum bara, fjölskyldum mínum bara heima og við vorum að grenja bara þegar við komumst á EM og þetta er svona, þetta er bestu minninga fólks í lífi, bara Íslendinga. Hvernig er að eiga það bara á kassanum? Þú veist. Já, ég reyndar með á bakinu. Tattúið. Já, stafnflúrið, já. Sko, maður hafði í rauninni aldrei einhvern veginn dreymt að komast á loka keppni með Íslandi, en samt er maður einhvern veginn það ruglaður og hefur svo mikla trú á sjálfum sér og liðinu sem var að koma hann upp, þessi hópur magnaður, hauslega og bara fótbollega. Bara þetta var bara kallmenn. Já, sem að höfðu bara óbílandi trú á verkefninu. Við vorum alltaf mættir inn á Laugardalsvöll og við vissum að við vorum að fara að vinna leikinn, hvort sem það var Króatía, Tékkland, sá leikur, þetta er bara svona mentality í þessum hóp bara í rugla sko. Þannig að, en eins og ég segir að manni hafði ekki óra fyrir að, þú veist, ef maður var að horfa á þessi stórmóti ef maður var yngri, að maður myndi taka þátt í þessu, þú veist, litla Ísland og allt það, en þú veist, að taka þátt í þessu og vera hluti af þessu, það er bara magnað þessi, þú veist, ég held að verði meira þegar maður er hún aðeins eldur og lítið tilbaka sko, hversu stórt þetta var fyrir bara alla, hvort sem maður sé, þú veist, þjóðfélagi eða okkur leikmenn eða staffi í kringum þetta, að því að þetta var bara einhvern veginn, þetta gekk allt upp, þú veist. Þetta var bara svo ykkur sögu bara, þú veist, og fólk myndi aldrei trú þessu, það myndi sjá bíómyndum þetta, það verður svona glemt þessu. Já, ég meina við unnum HM-riðilinn, sem er komast á HM, við unnum bara riðil sem vorum með Króatíu í skilur og Tyrklandi. En hvað er að fara, eins og segjum, þú veist, og lappar inn á bara völl, bara fyrsti leikur á EM, og veist, fiðringur, er fólk ekkert, þú veist,
hugstu bara, nei, þetta meikar ekki sens og ekki hausinn að ruggla mann eða eitthvað, maður bara alveg fókusaður? Já, ég held að ég hef meira þar, sko. Þegar ég horfa á vídeo tilbaka þá svona áttar maður sig á því, þú veist, hversu stórt þetta var, en maður samt, þú veist, bara, þetta svo, maður svo innilokaður, skilur, maður bara einhvern veginn á hóteli, svo bara saman í rútu, út af völl og þú bara, það leikur, sko. Já, það leikur. En samt sem áður var maður alveg bara, þú veist, við spilum átti Portúgalinn í fyrsta leik og Cristiano Ronaldo stendur undan hliðina með, sko, grótarður alveg þvílíkt stóra massa, sko, maður bara. Hvernig þessu að vera, þú veist, á hóteli? Þetta bara Pornhub og pingpong á hóteli? Sko, það náttúrulega komið upp alvöru, dæmi fyrir okkur, skilur við, það var reynda PlayStation og, þú veist, það var sérstaklega í Frakklandi, þá voru við á mjög góð hóteli, Annecy, svona lítill bær þarna í Frakklandi, það var bara geggjað, við varum upp í bara svona fjalli í rauninni með geggjað útsinni, ógeðslega næs veður, þannig að maður leið alltaf vel eftir leiki að koma þangað. Ég held að stemningin hafi líka bara smitað út fyrir sér, þú veist, í hópinn, að þetta var bara næs og við viljum ekki fara í hann, skilur við viljum komast aftur á hótelið, þannig að við þurfum að vinna þennan leik til þess að bara geta verið á hótelið. Við erum með frítt hótelina, við verðum að vinna þennan fokkin leik. Þannig að það var svona, mér fannst það líka spila stóra rulli í hversu vel að gekk á EM, var bara hversu vel, þú veist, var staðið öllu og einhvern veginn reynt að láta okkur líða sem best, sko, og held að staffið og bara allir í kringum KSÍ að hróskili fyrir að undirbúa það allt fyrir okkur, sko, við þurftum bara að hugsa að spila fótbolta og reyna að skora mörk og verja okkar mark, sko, það var eina sem við þurftum að hugsa, sko. Hversu mikil áhrif hafði þjálfarinn á mindsetið og allt það? Já, ef við förum í Lasso og Heimi, þá, þú veist, voru þeir mikilvægir fyrir bara allt sem að skein í gegn, sko, hvort sem að verið leikstíl, skipulag, undirbúning, þú veist, það var allt bara tipptopp, þú veist, þeir báðir einhvern veginn vega hvort annan upp í kringum með, svo náttúrulega tekur Heimi við þessu í HM-riðlinum sjálfur, en þeir voru, þetta var geggja teimi, sko, sem að lét okkur líða vel, bara með því að stíga á völlin og fara að spila á móti Portúgal, við vorum undirbúnir fyrir allt. Er Heimir Gate? Heimir, já, hann má segja, ég má alveg segja það, sko. Herðu, Al-Arabi, hvernig þú veist, þessu deildin þarna? Þú veist, eru bara prinsar í stúkunni bara og... Þú séð það kannski, já. Ég sé það, já, ég bara séð það. Til hafa ekki með titilinn? Já, takk fyrir það. Konungsbyggarinn á 30 ára bið. Þetta er náttúrulega sögufrægur klúbbur. Þetta er klúbbur sem var stærstur. Það er tveir klúbbar sem eru svona sögufrægur klúbbar þarna. Það er Al-Rayyan og Al-Arabi sem eru við tveir. Svo eru tveir svona kongaklúbbar núna, Duhail og Al-Sadd. Já, ég er bara berta svolítið á þetta, sko. Þeir eru svona tveir klúbbar sem eru búin að vinna allt núna síðustu ár. Og það á bara engin annar séns. Og hafa náð þessum byggar núna, þetta tímabili gerði svo margt og mikið fyrir þessar stuðningsmenn sem eru þarna, þú veist, þeir eru ekki búin að sína sig, þeir eru ekki komnir, þú veist, þeir eru ekki að mæta á vellin lengur, sko, en eru þarna undir, sko, og þeir mættu allir núna, það var bara þvílík stemning, sko, það var viku fögnuður á vellinum okkar eftir, þú veist, það var alltaf eitt shake sem að sagði, ég tek morgundaginn, þú veist, að borga hann bara brúsan, skilur við, bara allir matur og allt bara fagnaðarlæti og svona, svo kom næsti, já, ég tek morgun og þannig að þetta var bara gekk svona í viku, sko, sem að er alveg ótrúlegt, en bara sýnir, Heimir er alltaf búin að segja mig, já, þetta er forfræðuklúbbur og með geggja áhorfendur og þetta var fyrst sinn sem ég sá þá, og veist, alla mæta, skilur, af því að það er ekkert mikið mætt á vellinu, sko. En hvernig er það svo verið eins og, þú veist, bara grjótharður Íslendingur og hvernig svo er menningin þarna, það er ekkert eitthvað, þú veist, bara gælur og jölunum þarna á ströndinni og ég er ekki mikið að sækjast í það. Nei, ég er að segja það, sko, en þú veist, ef ég og Aron myndum kíkja, þetta var þetta einhver paradís fyrir okkur? Sko, þú veist, það er náttúrulega hótelana sem er alveg bara venjulegt, eðlileg kultúr. Við búum á í svona kompándi, svona læstu hverfi. Villu, við búum í svona kompándi sem er bara læst, skilur, og þar getur við bara verslast á bygginíunu, skilur, og getur farið í sund þar, þannig að það er alveg lokuð svona area sem þú getur, og kjöpt bjór og eitthvað svona.
það er bara eitt ríki hérna eins og hérna, það er bara ein búð sem selur áfengi og svínakjöt og bacon og þau náttúrulega getur ekki keypt bacon í venjulegum matvöruverslunum hana. Nei, ok. Það er náttúrulega gegn þeirra. Já. Þannig en það er bara svona ID-kort sem á þetta sækjum til þess að komast inn í áfengisverslunina sjálfa, en það er bara ein búð sko. Það er bara ein. Þetta er magnað sko. En alveg eðlilegt að þetta er bara þeirra kultúr. Já, algjörlega. Þeir drekka ekkert mikið. Nei, en samt á hótelum, öllum hótelum og veitingustöðunum þar getur keyptir áfengi með matnum, skilur, en það þarf að vera tengt hótelinu. Já. Ef þú ert með veitingastæðana sem er ekki tengt neina hóteli, þá getur ekki selt áfengi. Nei. Þannig að hótelin fá, að því að Evrópubúar og bara rest of the world, þeir ferðast þarna í vinnu og svona, þau alveg vilja leyfa þeim að hafa þetta nokkuð eðlilegt, skilur. En þú getur ekkert farið bara keyptir 6 síða bjóra bara og labba út í poka. Nei. Bara eins og Mós eða eitthvað. Nei, akkurat, það er ekki alveg þar. Er þetta ekki samt svona upplifun? Er þetta ekki helviti flottana? Jú, það er allt hreint og þetta er ógeðslega næs að búa þarna, eins og ég hef komið inn á í einhverjum viðtölum, fjölskyldulífið þarna er geggjað. Ég þarf aldrei að ferðast í útileiki og þannig að ég er að eyða miklu meiri tíma með konunni og börnum sko, en ég gerði til dæmis í Englandi, þar sem að ég var kannski útileika á þriðjudegi, kom heim alveg gjörsamlega sigraður miðvikudagsnóttina bara. Og svo, það var afturferðalega kannski á föstudaginn, þannig að maður var ekkert að eyða miklum tíma með krökkum og börnum, þannig að þannig er þetta er jafn mörg lið og í Pepsi, bestdeildinni, 22 leikir held ég í deildinni, þannig að þetta er ekki það mikið álag og mér líður mjög vel, bara í líkamannum og hausinn góður og það er alltaf heitt, þannig að það er ekki, ég get ekki kvartað yfir neinu. En hvernig finnst þér þessu hittir þarna? Það verður mjög heitt á sumrin og þegar rakinn kemur þá ertu bara innandýra sko. Já, það ekki. Jú, en það er alveg þekkt, katararnir fara ekkert út fyrir en bara á kvöldin og þeir snúa bara sólurinu við á sömrin sko. Það er bara, þeir eru bara út á nóttunni þegar það er svona mildast það, en svo bara þegar sólinn kemur þá er það bara svoandi sko. Hvað er bara 40 gráður? Já, bara 40, bara 45 blús á sömurinn sko og rakinn bara 90% og þú lappar út og svitnar á bakinu sko. Það er bara eins og að fara í svett sko, að lifa í svetti. Þetta er bila sko, en þetta er sem betur fer ekki langt tímabil. Veturnir eru geggjaði sko, það er bara 7 mánuðir að bara þægilegu næs veðri sko. Bara stuttbuxur og hlýra bólar alltaf. Ég er alltaf í stuttbuxum bara. En ég fer ekki í nærbuxur. Ég þarf að vera í stuttbuxum bara. Þú fer ekki í kommando? Annars ertu bara sveittur í nómatönd. Já, bara kommando. Það er bara nuttsár og svo bara vasilín. Já, það er þannig að ég væri í nærbuxur sko. Þið tengis mikið við það. Já, mjög sko. En hvernig er venjulegur dagur hjá þér? Úti? Já. Vakna. Ég held að sé svona 6, kona vaknar svona 5:30, býr til nesti fyrir skólan hjá eldri 2, þeir fara í breska skóla sem að því að elsti drengurinn okkar, hann byrjaði í skóla í Englandi, hann við vildum halda honum í sama systemi og skólanir byrja 7:15 úti og eru búnir 1:30, þannig að þeir byrja fyrir og eru búnir fyrir, þannig að skuttla eldri 2 í skólanum meðan að konan skutlar yngsta í leikskóla, svo kem ég heim, kannski lagt sig í klukktíma, núna hef ég verið að læra náttúrulega stúdentinn og svo er ég að taka þjálfarpróf líka, A-gráðuna, þannig að það er búið að vera svona smá álag á því, fyrir á æfingu svona, næ þá í skólan, fyrir á æfingu svona 4-leiti, komin heim svona 6:30, það var bara kvöldmatur og koma drengjunum í háttinn sko. Já, þetta er bara svolítið. Og svo bara aftur læra Já, ok. Þannig að þetta er bara boring fallegt líf. Já, í rauninni, ég var að hugsa þetta, ég var að segja þetta, shit hvað ég er boring. Já, við erum ekkert eðlilega boring í það sko. Þetta er samt bara fallegt sko. Einu sem nú var þetta sex, drugs and rock'n'roll. Já, þetta er bara, þú veist. Er planið að vera þjálfari þá? Já, það er svona, sko, ég fengi einu spurningu, það fer alveg eftir hvor megin við línu í dett. Þú veist, þegar ég hættur í fótbolta en planið er að vera þjálfari, þú veist, ég veit það en samt sem maður eins og sagði á hann ef ég ger eitthvað að fer ég all-in og ég veit ekki hvort ég hafi orku í það þegar ég kem heim hætti í fótboltanum, hvort ég vilji bara íta þið aðeins til hliðar eða, þú veist, bara all-in í þjálfun, skilur það er planið, en
það verður eiginlega bara að koma í ljós. Ég ætla allavega að taka þjálfaragráðuna, hann ég með þær og ef eitthvað kemur upp þá hendi ég mér í það, en ég ætla að taka 1 sumar með Þór. Þú ætlar að taka 1 sumar með Þór? Já, ok. Það henda vel að því að tímabilið búið þarna í maí, þá er þið kannski búin með 3 eða 4 leiki. Já. Og þá ætla ég að taka Þór og klára þar. Já. Ætlar að flytja beint bara á Akureyri? Nei, við búum hérna, við erum búin að byggja hér og hvar? Og í Garðabæ. Já, hvað er heimilisfangi og sem við ætlum að þið eru á Höfrugssvæðinu? Já, við ætlum að vera hér. Konan er frá Álftanesi, þannig að við verðum hérna. Það er nefnilega málega, þú og tæknumari tengis og þeir báðið með svona fitness-dróttum. Já. Það er magnast. Það þekkjast. Þekkjast það? Já, það voru að keppa mót ykkur og öðrum. Já, það er ræfall í gangi, sko. Já. Það er átök, sko. Já. Það er ekki bara fara sprella hans í honum. Já, ég er til í það. Það er ykkur helviti svittleysu. Viltu þú byrja eða ég eða? Ég skal byrja. Já, það ekki. Flottastu. Eru við nokkuð að fara að fá einhverja fyrirsegnir að djefa fyrir? Vonandi. Eru við nokkuð að fara að klúra? Gæði sem leitast í þetta. Herra, þá byrjum við, hvað er í búið detailsetri? Hvað er? Já. Ok. Ég þarf nefnilega, þú segir það, ég þarf að láta bóna bílið mitt. Já, ég er til að láta Andri að græja það. Já, geggja því. Það er kóngur. Svo er eiginlega að láta mig hafa númer hjá hann. Eða bara fyrirtækinu eftir, hann geti. Já, bara minnstamál, hann reddaði góðan díl. Af því að drengur mér var að keyra norðan. Já. Hann ældi út allan bíl. Hann verður svo bílveikur, sko. En við vorum bara keyrinn í Reykjavík og þá bara nýbúin og kvart að ég er svo þreyttur. Ég hugsa mig, við erum alveg að koma heim. Svo bara allt í ég höfði að stoppa bara að keyra út að losa hann búið frammi, ég segja lögunum frá því, en hann búið frammi og það bara, ég hugsa mig, hvað ég að gera? Og það er bara ælulegt inn í bíl. Ég keyri mópið glugga núna. Já, það er bara djúprens þetta. Andri, hann er bara kongurinn í því. Hann gera hann eins og nýjan fyrir því. Já, hvað myndi vera þitt drauma XI af samherjum úr félags- og landsliðum? XI eru starting 12? Já. Já, starting 11. Já, starting 11, já. Vá, ég hefði þið hefði getað sendt með þetta þegar ég vissi ekki eins að þessu. Ok, segir þetta aftur. Samherjum og landsliðum, eða landsliðinu. Landsliðinu. Við getum geimt þessa líka í smá, hún er... Já, geymum þessa og við ætlum að kötta eftir og ég ætla að fá að skrifa það niður þannig ég gleymi ekki einhverjum ekki mál. Hvað er besta moment á ferlinum? Besta moment ég held að sé bara að þeir eru komist fyrst á EM, sko. Já. Ég held að verið svona ákveðin hápunktur, sko. Nákvæmlega. Það eru nokkrir komast upp í úrvalsdeild en ég held að sé ekkit meira spesial en að komast á fyrsta stórmót með landinu sinu, sko. En svo er náttúrulega Austurríki, England, þetta eru geggjaði leikir sem að verða aldrei glimtir, held ég, sko. Marki á móti Manchester City. Marki móti City, já. Hvað er versta moment á ferlinum? Versta moment. Vá. Ég held að sé Króatía úti. Ég átti bara mjög lélegan leik. Við vorum það var fyrir HM 2014 í Brasilíu og við vorum í play-off þar og áttum góðan leikinn að heimavelli og þeir fengur rautt þarna úti. Mandžukic, var það ekki? Já. Og okkur vandaði bara 1 mark til þess að þeir eru 1-0 yfir, okkur vandaði bara 1 mark til þess að jafna og þá hefur farið áfram úti allar merki, en við vorum bara skelfilegir í þessum leik og þar með ég sjálfur og ég held að það sé bara, mér er aldrei liðað nýtla á fótboltaferlinum bara inn í klefa eftir þann leik, sko. Það er ekki oft sem ég á skipt út af þessum leik, þannig að þetta var bara, en ég held samt sem áður að þetta hefði verið skrifað í skíin, við vorum ekki tilbúin ef við hefum farið á HM í Brasilíu 2014 þá hefði bara ekki, það hefði bara verið alltaf yfir okkur, sko. Við vorum ekki reddi sem liði, sko. Þannig var helvítið þungt andrúmsloft. Já, það var þú getur rétt ímyndað, það var ekki sofið, sko, eina sekundu í nóttina, sko. Hvað er mest óþolandi þjálfari sem þú hefur haft? Auðvild spurning, en hendunum mitt í lestina, við áttum bara ekki saman. Russell Slate heitir hann var með mig í Cardiff. Hann var tímabili fyrir EM og ég var ekkert að spila, hann var bara með mig á bekknum sem er allt í góðu, bara
maður aldrei tekur einhvern veginn aldrei inn á sig einhvern veginn þannig en þú veist, hann var ekki honest ef ég verið þjálfari þá verið ég alltaf að vera hreinskilin því ég lærði svo mikið á þessum tíma því að hann sagði, bara næsti leikur bara kemur inn í næsta leik og veist, þetta var korti fyrir EM og ég veist, var alltaf að vera í leikformi og vera klári í stórmóti og hann var alltaf bara, ég horfi á starting 11 og ég alltaf bara bekknum Jesús Kristum þannig að það var svona gæði sem ég náði bara enga með við sko. Alltaf að lofa öllu fögru já, svona, veist, ég veit ekki hvort hann hefði verið að gera við hinna líka sko, en það var bara, við náðum ekki vel saman sko. Hver mesta legend allra tíma fyrir þér þá í fótboltanum? Á Íslandi? Má vera á Íslandi eða úti? Bæði bara sko Íslandi kannski, það náttúrulega skrítið að segja Gylfi að þau verið jafnaldrar sko. en Eiður náttúrulega þú veist, að horfa hann Chelsea á sínum tíma og maður bara, þú veist, getur maður þetta þú veist, Íslendingur að standa sér vel og koma til Barcelona þú veist, ég held að hann hafi gefið okkar kynslóð svolítið mikla trú sko, að það væri hægt að ná svona langt þó að enginn okkur hafi farið til Barcelona eða Chelsea skilur en það var allavega, þú veist, hann var allavega brautryðjandi sko, upp á þetta að gera fyrir mína kynslóð ég sá ekki Ásgeir og þú veist Pétur ég sá það ekkert spila skilur en ég get ekki dæmt á hversu góðu þeir voru en ég held að Eiður sé mitt svari í þetta en svo þú veist, alltaf þetta debate Messi og Ronaldo þessi tveir eru bara þvílíkir íþróttamenn sko. Ég spila á móti þeim báðum þannig að þú veist, annar erfiður að dekka hinn fáránlega sterkur skilur þannig að þetta var bara svona hvor attribútið ætlar að taka þú veist gæðin sem skallar inn, skýtum að hægri vinstri, hinn dribbla bara inn í markinu þannig að þú verður eiginlega bara að hugsa hvor nennir þannig að þeir tveir náttúrulega úti sko, en Eiður heima geggjað Hver var besti partnerinn í landsliðinu? Gylfi, bara bæði mæl Voru þið herbergisfélagar? Nei, ég og Rúrik Þú Rúrik, já svipaðir í útliti ég og hann fáránlega myndalegir sko. Báðir models báðir með full head of hair sko. Nei, Gylfi, við spilum saman á miðinni ég svona meiri varnartengilegur, hann bara fekk að leika lausum hala einhvern veginn, ég lit hann hafa boltan og hann gerði sitt Heldur að Gylfi spila aftur fyrir landsliði? Já, mér finnst það líklegt sko. Það bara fer eftir í hvernig hann vill byrja ef hann byrjar aftur en mér finnst það líklegt sko. Hope so Hver besti gaur sem þú hefur getið í þig á miðunni? Getið í mig wow Rústónum pakka saman Hver besti gæi hann fyrir alltaf eitthvað svona kynferðislegt sko ég hugsa út í það var náttúrulega margir pakka með saman sko. en þegar ég hugsa út í þá kemur alltaf upp í huga með Kovacic Kovacic sem er í Chelsea mér er alltaf gengið vel á móti honum hann er ógeðslega góður sko, og hleypur endalaust en það er einhvern veginn svona 2 moment sem að detta alltaf upp í hausinn á mér þegar ég hugsa það sko. Ég myndi segja Kovacic en það er náttúrulega stærri nöfn hann sem ég spila við sem við kannski við munnið en ég get ekki sagt Modric að því ég pakka honum ekki saman sko, það fyndi momentur voru með playoff leikurinn og þá sá ég bara hversu svona langt frá heimsklassa maður væri það var innkast hann var bara að hlaupa að boltanum og ég ætla bara að negla hann skilurðu og kem svona upp á hann og hann lætur bara svona einhvern veginn boltan fara með bara svona einhvern veginn léttri mjálmarhefingu og ég hugsa með mig shit hvað ég landaði eftir honum og hann bara farin skilur bara með einhvern veginn utanfótar sendingu yfir á hingkantinu Jesús, þetta er alvöru level sko. Hver er besti leikmaður sem pakka þér saman? Hver pakkaði mest saman? Sko ég hef alltaf sagt Ballack þeir spilaði á Chelsea hann var ekkert eðlilega góður Van Bommel hérna á Hollandi á miðinni hann var geðvikur en svona erfiðasti mótorinn held ég De Bruyne sko. Hvernig hann einhvern veginn drifta bara en samt á hraða með þessa tækni og svo bara
maður kemst ekki nálægt honum sko. Það er svona, ég myndi segja Modric og Kevin De Bruyne eru þeir svona tveir sem að hafa verið erfiðustu andstæðingunni, en Ballack og Van Bommel svona þegar ég var yngri. Já. Einhvað félag sem þú neitaðir sem þú sérði eftir? Nei, ég held að sé ekki, það hefur aldrei verið, ég hef alltaf einhvern veginn farið, látið þess að samningin líða að láta hann bara fara sko, og ég hef aldrei verið seldur, en það er aldrei ekki því að hugsa tilbaka sko, það hefur aldrei verið lið sem ég hef neitað sko. Nei, það er bara ekkert sko. Það fór allt eins og átt að fara. Já, í rauninni sko, maður hefur einhvern veginn alltaf farið í gegnum þannig að maður, já. Hvað er þetta að sína með það? Þú spurðir þess að ekki, basically, hver er mest pirrandi andstæðingur? Gerði ég það? Já, það ekki. Ég veit ekki. Hver er mest pirrandi andstæðingur sem þú spila gegn? Ég ætli að sé ekki þá bara De Bruyne. Já, De Bruyne. Það er bara pirrandi og Modric. Að ná ekki einhvern veginn að komast nálægt þeim. Þetta er bara þannig level að maður einhvern veginn, eins og ég sagði, maður átt að sjá því að maður er ekki að þessu leveli þegar maður er að spila mútið þessum gæjum sko. Kennst ekki nálægt þeim og þeir eru alltaf einhvern veginn alltaf búin að hugsa tvær snertingar fram í tíma sko. Þannig að þú einhvern veginn, þeir leyfa þeir bara ekki að komast nálægt þeim. Rosalegt að spila á móti öllum þessu gaurum samt. Já, það hefur verið upplifðu en virkilega gefandi sko. Er eitthvað svona fótboltamaður sem er bara gerpi í persónu, sem er bara ógeðslega góð með sig og er bara eitthvað sem þú sést bara þetta er bara hroka gikkur sko. Ekki sem ég get einhvern veginn hugsað. Ronaldo ekki svoleiðis? Nei, mér fannst hann ekkert, hann var alveg pirraður eftir leikinn, skilur, ég alltaf baði treyjuna og svo fekk hann ekki og svo bara allir erum við konur í rútu og 1-1 fyrsti leikur okkar á stórmóti á móti Portugal sem var sigurstrangli, sem var vann svo keppnina, skilur við, og við vorum eitthvað hann að fagna með stuðningsmönnum að ná stíi, sko, og maður kemur inn í rútu og sér eitthvað viðtalið hanna sem hann er að kalla okkur eitthvað small country mentality og þá var maður bara, jésús, maður bara mættir í þennan pakka en þetta er bara samt vinnur mentality hjá honum, skilur auðvitað verða menn pirraði þegar menn tapaði, við gerum jafntefli við Ísland en alls ekki, ég get ekki hugsað með einhvern leikmann sem að maður hugsa með sér djöðlertu pirrandi maður, það var leiðilegur og athyglisjúkur, en það er aldrei verið einhvern veginn þannig hjá mér sko. Það er alltaf bara að tekið spaðan á leikmannum eftir leikjun og áfram gakk sko. Ok, herðu, veistu hvað ég er með fyrir þig? Hvað er með? Ég er með hvað segir við því? Ok. Hefur þú hitt aður? Hvað segir við því? Er ekki blöð líka með svona? Ég veit ekki. Hvað heitir aftur liðunum sem þeir eru með? Var ekki Steindi með eitthvað sem að svona... Já, ég örglega eitthvað svipað sko. Já, það er mjög svipað konsept sko, sem er bara ógeðslega óþægilegt sko. Þú ert svo plebbalegur þegar þú svarar sko. Já, gæti verið, ég veit það ekki sko. Ég er undir nú að hafa þetta bara mjög þægilegt fyrir en ég er náttúrulega samtíð eða ekki. Þetta var Svavar í Fitnessport. Já, ok. Það var svona, hann sendi á mig. Er hann ekki akkurat með þetta? Jú, hann er með þetta. Shit, hvað er gott með þetta. Þetta er nefnilega ruggla. Þetta er nefnilega fæst í Katar sko. Ég er alltaf að kaupa þetta. Já, ok. Tekur CBD-olíu það? Nei, ég vissi ekki að ég mætti, ég held að væri ólulegt sko. Já, alltaf margir sko. En þú mátt það alveg sko, sem íþróttamæður. Þetta er alveg... Já, þetta er bara legit. Verður þið mikið í kalda? Já, ég er mikið í kalda sko. Hvað tekur langan tíma? Já, bara 2 mínútur í senn. Ég fyrir heitt, kalt og enda á kalda. Já. Alltaf enda kalda strókar. Byrja kalda, enda kalda. Ég er kaldi kóngurinn. Já, ég heyrði það því. Þú veist hvað, varst ekki bara sjúkur í kalda? Jú, ég var að taka bara 25 mínútur stundum í einu. Ég er alltaf í geðvikur á þessum tíma sko. Ég datt í það stundu setna síðan. Getum við breykað samt aðeins? Já. Og ég er alveg mjög. Já, break it. Já, þú ætlar að láta kalda leysa öll þín heimsins vandamál. Já, sjálfsögðu. Þetta er kóngur. Já, geggjör. Já. Ég hef lamið. Ég hef bara eina skiptið sem raunverulega þurfti að íta á rekord sko. Svona basically sko. Þetta gekk bara helvita. Þetta er ég með 10 kort. Já. Það er rosalega.
Hvaða fleiri lið erst þú með síðan? Ég með hver maðurinn? Nei, hann ekki með það? Nei, ekki með það. Ég með Er ég þá að keppa á hann bara? Ha? Já. Ég held að væri við tveir mútið hún. Nei, hvað mér, við tveir mútið hún? Nei, ég var í nótt að bara... Það mjög sanngjönd. Já, þú þykist að vera fótboltakall. Ekki alveg á þessu leið. Já. Já, bara legit. Áfram gag. Já, ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Hvað segirðu við því? Ég hitti því andurinn í fitnessport. Ég er nýbúin að ná mér 3 ár CBD-olíur og kippa á Hydrate. Við bullum eitthvað, spjöllum í einhverja 3-4 tíma og svo nánir og tengjum mikið. Svavar fer þarna á kaldakarinn og kíkir á fótbolti.net, öskra svo á tölvun og hrækir á skjáin. Aron Einar ekki í hópir fyrirsögnin. Þú fær SMS frá AG Herræti. Sællaron, herruðu þú ert ekki í hóp, en við viljum mikið fá þig hérna til þess að leiða eitt leikmann inn á völlin í næsta leik. Ertu ekki til í það? Hvað maður að svara við þessu? Já, náttúrulega þjóðstótt okkur Íslendinga og sína lit kannski, ég veit það ekki. Hvað segirðu vakið þannig? Úff. Sko, þetta er náttúrulega fyrsti leikurinn hans, hefði ekki? Jó. Og maður þá einhvað að vera að styggja, vil maður ekki komast í hópinu aftur? Það ekki? Hvernig væri það þá helst til í að ég myndi bara kynkja stoltinu, sko, og segja bara... Já, ekkert mál. Já, en hann segir svo við þig að þú ert allt fyrir það sem þú ert búin að gera fyrir Ísland, þú fór að ráða leikmannin sem þú fær að leiðin á völlin. Hvað leikmann er það? Já, ég myndi að taka Jóberg. Já, taka Jóberg. Já, ég myndi standa svona fyrir framan því hann er svo lítill, sko, ég myndi taka flesta aðteglina. Hann myndi ekki sjást. Nei, þetta er óþægilegt símtal sem hann myndi fá. Ég get alveg viðurkenna það. Það er bara eini viðbótstand, sko. Þannig, þú veist, þú ert nýbúin á FaceTime við jeppan, einhver 7 tíma session, all night er trúnaður í gangi, making some moves. Kristi vaknar og hugsar, herruðu, ég var að panta au pair, þú bara, ætt, sendir jeppa SMS, nýju au pair á leiðinni, ég fekk það bara. Ég sendi tilbaka, shit, þú ert litli gæinn. Au pair mætir á svæðið, þá er það 100 kíló að backpressu maskinu hann Ronny Gonni sem mætir það. Hvað segirðu við því? Hann myndi bara mæta hann með bakpókan bara, þú veist. Já. Er það eitthvað... Myndur þú treysta honum í þetta verkefni? Já, ég held að Ronny sé svona hann er bangsi, sko, og hann er góð með börn. Þannig að ég myndi treysta honum alveg fyrir því, sko, líka maður, ég treysti konni fyrir að velja rétt, sko. Það er bara málið, sko. En ég veit ekki hvað hann var að leita í, sant, með svona eitt stóran, þú veist, hvað er hann að leitast eftir, sko. En ég myndi samt bara, blessa þér, þú veist. Og myndi hann þá fá að búa á heimilinu kannski? Já, ég myndi segja bara gangið vel með þessa 2-3 virku gæja sko. Sjáumst, ég fann aðeins Út meistarinn bara? Ég myndi bara treysta Ronna. Það ekki? Við erum Nafnan er flotti sko. Ertu eitthvað að hugsa út í það? Þetta geti kannski orðið að veruleika eða ertu góðu bara? Nei, við erum með Persóna P úti sko. Við þurfum ekkert annan eins og þá ætlum við að fara bara beint í hverju maðurinn. Það er sko, þú, að því gaurinn, ef hann sér bolta, þá horfir hann á það. Hann er bara að kaupa stötu sport, hann er búin að gorta sig að því og horfir á alla boltarið. Ég er ánægð með þessa breyningu. Það ekki? Já, ég eftir hann að kynntist þér, er hann ekki bara búin, hann er hægt og rólega að komast yfir í íþróttina. Það er bara... Ég breyti fólki. Ég kom með eitthvað eina staðrend sko að Haaland hefði ekki spilað stórleik sko, hann myndi ekki skora í undanúrslitum. Þeir láta núna þess að ég sé bara gummi ben. Þetta er bara kóngurinn. Og þetta eru svona leikmenn sem þeir ættu það allir að kannast við. Þeir hafa gert mikið í... Þeir eru tilbúinir í þetta? Já, ég er svona semi. Já, ég með hann. Það ekki? Er þetta varnarmaður í Morakó? Hann er Ítali. Hann hefur spilað með mér. Það er svoleiðis. Hann hefur spilað með þér? Já, það er svo. Í Cardiff, hann kom til Cardiff. Hann kom til Cardiff nefnilega, já, ok. Hvernig var hann? Geggjaði gæði, sko. Það ekki? Já, hann var alltaf að stilast í Smoke. Já, geðvikt. Undirbúrstímabilinu, hann var alltaf på herbyggi, bara maður sá hann út á svölum, bara með rettuna, sko. Svo bara mökkur út gluggan? Já, Ítalanir eru allir svona. Já, með Marlboro rauðan. Já, ætli það ekki. Herra, þú verður þá að stela þetta er Manchester United Gate. Já, hann skoraði mikilvægt mark fyrir United á móti Aston Villa. Hvað er þetta langt síðan? Skilaði síðasta titl í Sir Alex. Já, eitthvað svo leiðis. Ég man ekki alveg. Nei, þetta var allavega, það var titill í húsi eftir þetta. Já. Þetta er
Federico Makeda okay. Kiko hann Kiko, já. Ok, ég hef reyndar ekki getað að vita þetta sko. Nei, þessi erfið sko þessi erfið, en ef þú væri United stuðningsmaður þá ættir að vita sko. Já, ég með hennan Þú með hennan líka, já Hann að fara að pakka með sig Já, nei, þú elskar fótbolta sko og svona allt sem tekist bolta í Já, sko. þetta er ekkert nýlegt Þetta er Arsenal Gate Arsenal, já Með skrítina Það bera fram svona Er þetta varnarmaður, já? Hann er nummer 10, þá er hann ekki varnarmaður sko 10, já, þetta er góður punkt Ég veit það ekki, sko Nei. Þetta er Hleb Já, Hleb Alexander Hleb Já. Ok En svo er hann næsti Shit Býtu nú við, ég er ekki með hennan Nei, ég get sagt ykkur svona stjórnlega staðarind en City keypti hann á 37 milljónum punda árið 2008 Hvað, akkur að lesa Ég var ekki Nei, ég veist ekki Hann er frá Brasilíu Hann er frá Brasilíu Corinthians Gate Já Ég er ekki með hennan Þetta var stóra summer sign-in Hvenær var þetta sér? 2008 United vann titilinn Var hann flopp eða? Já, alveg bara Ég veit hver til að heyri nafni sko. Nei, það er blengið sko Nei, sko. Ég lofaði því sko Þetta er striker eða ekki? Jó Nei, ég Það er bara 2 stafir í nafnum hans Já B.A. kannski? Nei Það er Dembaba Jó Já Svo Gates Hvert fór hann eftir þetta? Corinthians held ég Tilbaka? Já, okay. Kongurinn hans Þægilegur í Brasilíu Svo er þessi allir að þekja Þetta er ekki Mútu Chelsea Gate Já Chelsea Gate Úff Já Þessi er erfið Já Það er svona kannski jafn erfið á hinn en maður á að vita þetta sko Já, ég get komið með svona kannski Vissið þú allir þessi gaur áður en þú fannst myndinar eða? Ég er fótboltakall sko Ég veit allt sko Hvað er með hérna hint? Hann á ógeðslega frækt utanfótar mark á hægri kantinum Þetta er ekki Quaresma? Jú Aha, hann er með hár Já Okay. Hann er svo allt öðruvísi núna Ég er ekkert okkur ég er að vona Er hann ekki komið bara flúri Er þetta ekki Quaresma eða? Ég þarf að koma núna Quaresma, er hann ekki með flúri í andlitinu núna? Já, hann er sko Hann er bara allt grjótarður Má ég sjá Hann var heldur síðast Jú, þetta er hann Þetta er Quaresma Já, hann er búin að breyta Já, hann er búin að breytast heldur mikið sko Hann er með hár það, hann er sköllóttur núna Já, þá hefði ég fattað það Flottur Hvað er ruglið það? Hún sköll út Hærðu varstu svo eftir að fara í spurningu frá fans Já, á ég að taka ykkur Já, takk Ég er nefnilega með 6, mjög auðveldar Þetta er rauninni sko, að því ég veit að þú ert fótboltakall Þannig þetta er rauninni stílað á Ronnan sko Ok Nefndu með 3 af 5 markaðustu mönnum í ensku úrvalsdeildinni þetta tímabil Harry Kane, Haaland og Ivan Toney Vel gert, þetta eru bara top 3 Varstu bara að lesa þetta áðan? Nei, reyndar ekki áðan sko. Fótboltakall Ég er svona smá tölfræðigur sko. Meira það sko. Þá ertu bara þá er þetta allt á easy fyrir Ég held að væri bara Kannski ekki Hvernig endaði Premier League table, top 5? Top 5, það var City Arsenal Manchester Newcastle, Liverpool Vel gert Shit Þetta er ein fyrir Liverpool-gæðin Hvaða leikmann hefur skorað flest mörk í sögu Liverpool? Hvað er það, Robbie Fowler? Nei, byrju Hann er með 346 mörk Ian Rush Hvað maður, gaur, herru, þú ert litla geit Nú er ég bara komin út í pressa allt í En United Það er George Hvað heitir hann? Hvað heitir hann maður? George Best Nei, það er Rooney maður Það er Rooney? Já, ok Þú lest mig alveg plata En Best, ég held að hann sé top 5 held ég Já Hann er alveg þar sko Já, ég fór bara í kvíðakast Herru, hver vann? Dortmund eða Bayern, aukast þig, hver lendi í 3. sæti? Í þýsku deildinni, já Þú áttu að vita þetta
Bayern vann af því að Dortmund gerir jafntefli. Rétt, hann fylgist með þetta bara easy peasy fyrir hann. Hver þriða? Leipzig Gænir í þetta allt rétt. Það þarf að korta þetta út Og síðasta besta deildin, staðan í dag, hver staðan? Hver efstu 3? Víkingur efstur, Valur komst í annað með að vinna Víking í gær og svo Breiðablik í 3. Sá fylgist með. Ég hefði bara ekki vitað þetta. Ég fylgist með. Þetta vel gert. Ef við förum í nútíman, þá ég að koma sterkur inn. Þetta eina sem þurfti, kaupa áskrift á Stöðusport. Og hann bara gorta sig að því bara, jú, ég ræði 15 skallið í Stöðusport og íþróttir og svona, sko. Svo hjá sér mataræði og í gyminu. Já, hvernig gengur það? Það gengur alveg vel, en ekki jafn vel og það gekk, en það gengur. Ég yfirleitt svona 80% clean alla viku. Já, vel gert. Það alveg. Það gott. Já, ég myndi segja það, sko. En ég er góð. Bara beint í annað umræðinu. Ég er góð. Hvernig ertu hérna, hvað ég er í 60-70%. Ég er bara svona svolítið að líða vel bara og sáttu með mig og ég er svona body positive maður. Ég er að fara í svunduaðgerð 5. júlí. Ég er búin að missa 11 kíló síðan þarna samt. Já, maður sér alveg. Já, andlitið er alveg þétt pakkað þarna. Vel vatnaður. Hann er eins og körfubolti, sko. Þú ert flottur þarna. Já, ég er svolítið grimmur, sko. Þú varst flottur þarna, sko. Já, ég var þannig nýbúin að setja. Hvað er sundaðegg? Er það minkamann? Já, ég fór ekki maganum, ég var búin að missa 50 kíló. Og það er alltaf 135 kíló. Já, ég sá það á hérna, hefur verið að fylgjast með á Snapchat. Ég er náttúrulega einn af þeim fyrstu, sko. Já, þú ert einn af þeim fyrstu. Það er rosa. Það var einhver sem sendi þetta áfrasendi á mig, sko. Ég man ekki hver að vara. Það var alltaf einhver sem var að fylgjast með þér, sko. Ok, ætti að segja mér að gaurinn í landsliðinu þegar þeir eru í klefa að Jappakall 69 Dóman Raki hefur komið upp í umræði. Já, í snappi, sko, það var alveg mjög vinsælt, sko. Og ég, þegar Gonni var að byrja fyrst á Twitter og var Damir við vonum saman í landsferð, sko. Það var hann að sína með tweetiðin, sko. Það var helviti skemmtilega. Ég byrjaði að followa eftir það, sko. Helviti gaman aðeins, sko. Geggjað. En hvaða app notar það mest í símanniðinu meila? Ég held WhatsApp, sko. Er WhatsApp svona mikið hjá fótbolta? Já, þú veist, bara úti, sko. Já, bara úti? Já, maður einhvern veginn, þegar maður að tala við einhver hérna heima, sko, þá það alltaf bara í iMessage hana. Já. En ég er ekki með Facebook, sko. Er það ekki? Það er Messenger? Já, nei, bara þennan gæði. Já, bara SMS? Já, ég er ekki með Facebook, sko. Það hótt ekki með Facebook? Nei. Ertu ekki með neitt svona dulað Facebook, það sem þú heitir bara, Nei, ég er ekki með neitt Facebook, ég gafst upp á því, sko. En annars, Instagram held ég. Já, ertu mikið á því? Já, ég er alveg duglegur þar. Þú ert ekkert á Facebook, þú ert ekkert á Twitter? Já, Twitter hefur minnkað eftir bara, það var orðið svo mökkleðilegt, sko. En ég fylgist alveg með, sko. Og veist, ég hætti á Twitter á sínu tíma, ég á með, það lítið skemmt, það svona aðgang þegar ég var í Cardiff. Ég var bara að fá svo mikið yfirdrull frá svona síðaðdöndum og líka Cardiff, veist, þetta var bara svona, og maður bara svona, Jesús Kristur. Og svo, veist, svo einhvern veginn býði til íslenskan aðgang frekar og hef bara tweetað á íslensku. Veist, ég hef alveg gaman að fylgjast með því, sko. Og því fleiri sem maður er búin að blokka því betra. Já, við erum nýbúinir að taka við þessu. Það er mjúta, ég er ekki að blokka. Nei, við blokkum ekki, sko. En það eru rosalega margir með mig blokkaðan. Ég kemst ekki inn á prófæluna. Maður er að reyna að finna efni fyrir þáttinn. Það er kannski ástæða fyrir því. Þú gæti verið, sko. Búin að vera að dæla efnin á þættin, sko. Fólk vil bara ekki taka þátt í því. Nei. Það er alltaf góð íþróttumræða á Twitter, sko. Já, það er nefnilega málið. Þetta var náttúrulega fyrst og fremst Twitter, var náttúrulega bara fótbolti í rauninni og handbolti, skilur við. Ég var mest megnis bara að fylgjast með því, sko, en svo, já, breytist þetta bara í leiðilega umræðu. Þetta er eins og með allt, nördarnir taka alltaf yfir. Þetta var sagt við mig þegar tíðin tilbaka ekki leikja nördarnir en þau munu vera yfirmenn. Já, þeir eru það nú. Já, og svo nú er Ingimar hérna sérum og maður er bara sami töffarinn og hann stjórnar þessu. Hvaða podcast hlustar á? Ég er Haukur, Þungavitinn, Stíf Dagskrá og Dóttarfótból. Þetta er svona rútínan, sko, sem ég er með. Ég har svona hálftíma að keyra á æfingu úti. Þannig ég sitt alltaf eitthvað og svo náttúrulega FM 95 blöð. Ég tek það leið og það kemur inn. Já, ég líka.
Þú veist, ég huge fan, sko. Ég er búin að hlusta á alltaf sama rugli, sko. Já, ég er ekki tjóka. Sem ekkert eðlilega að finna þess að alltaf. Ég er búin að hlusta á alla F95 blöðu sem hafa komið út fyrir upphæði. Já, ég líka. Og suma bara oft. Ég líka. Það Hjörvar mætti að djóka. Hjörvar eins og finnast, sko. Hann það. Hann kom í Katar á úrslitaleikin. Já, það, já. Og við vorum samanlandandi, sko. Það líka þegar komin Juicy hann, sko, það er ekkert eðlilega fyndinga í, sko. Hann er, sko, ég hef alltaf sagt, sko, Hjörvar og Gils, þeir eru svo topp 2 fyndnustu sem... Ég er alveg sammála. Já, það var náttúrulega næsta spurning, hver er fyndnastur í Íslandi? Já, sko, það er svona... Egill Helga? Silfur Egils. Þetta kemur, já, í svona... Já, ég myndi segja, þú veist, Gils skjöppi, eins og vorum að tala Viss Pétur Jóhann, ekkert eðlilega fyndi líka. Það beint í bílinn, ég hlusta svona, hans minna á það, en ég samt geri það, sko. Já, allir þessi ekki, og Sóli Hólm, þetta er kannski 4 sem maður svona hlæri eða alltaf að. Ég menn sko mamma og pappi þau fara á allt með Sóli Hólm og sko þau haldi ekki inn í sér andan, sko. Ég á eftir að kíkja á hann, sko. Hann er kongur, sko. Hvernig þú veist, lög, tónlist, hljómsveit, ertu dauðar okkar eða poppari? Nei, jú, var akkurat á honum fyrir norðan. Ég misti honum inn í Gamla bíó, hann var með 20 ára rappamæli, misti honum, þannig ég ákvað að fara á tónleikana fyrir norðan, græna hattinum. Það var geggja, sko. En ég hef alltaf verið hiphop, þú veist, frá því ég var ungur. Ég er náttúrulega alveg upp á skittunum. Já, skittunar, það er ég kom þeim saman á sínu tíma. Í alveg? Þeir voru hættir. Ég var með ammæli mitt í Sjallanum og Heimir, B.J. Aðalrapparinn í skittunum. Ég fekk í rauninni alltaf gott samband við hann og talaði við hann um að koma skittunum saman. Þetta var 23 ára ammæli mitt kannski. 10 ára síðan. Já, getur verið. Komum þeim saman og það var bara, þú veist, ég fekk pening tilbaka frá sjálf. Við ákomum að, sko, ammæli mitt var efri hæðinni og svo bara auglýst, bara getur komið á tónleika í skittunum og bara borgaði inn. Ég man ekki hvað er rukku sjálfinn, ég sá þetta allt, sko. Og ég fekk borga tilbaka til þess að halda ammælið og, þú veist, borga hljómsveitin. Þetta var bara stappað. Það var bara fullt út á dyrum. Því að, þú veist, skittunar eru náttúrulega bara AK City, sko. Já, bara á undan hestunum og AK öfgar, það er bara Já, þannig að þetta var sturla, sko. Skittunar eru, já, ég var alveg upp á þeim og svo náttúrulega, þú veist, kemur blasinn í þetta líka, sko, þú veist, svona á þeim tíma. En annars það bara, þú veist, Gauti, Úlfur, Herra, þetta er Aron Kahn, þú veist, þetta er svona, mér finnst þetta þægilegt tónlist að hlusta á. Þannig ég í rauninni alltaf verið í hiphopinu, sko. En ég get hlusta á allt, sko. Ég líka bara Post Malone, þú veist, Mumford & Sons, þú veist, þetta allt bara... En Pantera, Cowboys from Hell. Er það rocka? Já, þungarokk. Já, ok, nei, ég hef aldrei komist inn í þungarokk. Nei, ég sammála þar. En ertu búin að missa tössi við fátæka vinið þína? Eða ertu bara down to earth eins og ég? Alltaf, það er alltaf að koma sjálfur sér. Það er alltaf í hverjum þætti, þá bakkar hann sjálfur sér, sko, og hraunar yfir þig. Já, það er klassíst, sko. Já, ég á mín æsku vini sem að ég er í miklu sambandi við, það er eiginlega möst fyrir mann, þú veist. Bara Akureyri, skilur við, maður að haldi í rætunar, sko. Heldur það sé mikill munur til dæmis eins og á fótboltaklefa og körfuboltaklefa? Nei, það held ég ekki. Nei, stærðinni. Það er sagt að körfuboltamenn séu hangnir. Já, meina það. Sko, það er góð spurning. Þeir eru náttúrulega miklu stærri en við, þannig að þeir ættu í rauninni að hanga betur en við, sko. Þannig að mér finnst það líklegt, sko. Það ekki? Já. Í hverju varst þú? Í hvað íþrótt? Já. Ég var Counter-Strike. Já. Við erum ekki með stóran, sko. Við fórum í einu styrti, sko. Og ég bara Herra, þú spilaði Counter-Strike? Ég spilaði Counter-Strike. Hvað var hann ekki? Ronni. Já, hérst bara Ronni. Ég man ekki alveg. Ronni 69 eða eitthvað. Nei, ég held að það hefði verið Ronni Mal, sko. Já, Ronni Mal. Já. En ég var ekkert frábær, sko. Ég var allt í lagi. Ég var mikið í þessu, sko. En ég var svo að vinna, þú veist, ég var að vinna í bónus, ná í kerrur og svo var ég að bera út á mótnana, moggan. Já. Þannig að, þú veist, og svo var bara íþróttir og skóli, þannig að maður hafði ekkert mjög mikinn tími í þetta, sko. En svo þegar, þú veist, maður var búin að ringa inn interneti heima,
skilurðu? Þá hérna þá fekk maður kannski korter 20 mítur hér, svo bara úr tölvunni að ringja. Já, það var hræðilegt. Og maður laggaði alveg helling sko, þannig að þetta var ekkit, ég var ekkit frá, en ég var mikið í Call of Duty þegar ég var í svona fyrstu árum minn í Cardiff. Já, ok. Það var bara einn, það fyrsta árið. Í PC eða PlayStation? PlayStation. Já. Þá var ég mikið í Call of Duty Modern Warfare, bara eiginlega fyrsta. Það var geggja, mér varst það geggja sko. Ég var hann helviti góður í því sko. Við vorum alveg nokkri leikminn í því bara online. Eftir leiki bara, þú veist, þegar þú gast ekki sofnað þá varstu bara að spila Call of Duty sko. En svo bara breyttist það þegar konar börn koma og maður hefur ekkert eitthvað x mikinn tíma í það að spila tölvuleiki og ég alveg hættur tölvuleikunum því miður sko, því ég hef gaman að þessu sko. Ferðustundum eins og í sjálfsvorkun eins og núna, sko, ég var ekki kennt við hver mann fyrstu 30 árum mín og er núna komin í samband og barn á leiðinni. Til að mikið með það. Já, takk. Stelpa. Ferðustundum í sjálfsvorkun eins og sért kannski fastur í IKEA eða eitthvað með henni og hugsa bara, veist, ég fótboltastjarna, ég á ekki þurfa að gangi í gegnum þetta. Ég fer ekki í IKEA. Nei, það er svolítið. Það bara prinsip. Já, það. Ég nefnilega var fastur í... Ég farið, sko. Já. Og konan hefur alveg gaman að fara þarna, samt ekki sko, en samt svo mikilvægt af því að það er gott stöff hann inni sko. En ég fer ekki, ég seti þetta upp frekar, en síðasta dæmi sem við keyptum, hún kaupa rúm, kona setti upp, ég setti ekki henni upp. Já, það er svolítið, já. Það er rosalegt. Já, ég bara get ekki IKEA sko. Já, nei, ég var nefnilega fastur 40 mínútur í gardínudeildinni og ég hugsaði bara þetta orðið. Það er ekki klassið. Það var bara því að vanur að vera bara... Þú varst náttúrulega í gardínudeildinni inn á hóteli. Ég var, já, reyndar. Það dreigi fyrir, skilur. Kannski var hann að hjartengja mig, sko. Þú veist hvað það missa. Hann ætti að þekka gæðin á gardínu. Gardínuvaktin. Þú hefur lokað þeim nokkurum, sko. Já, opnað og lokað. Lítið að opna. Já, þú veist það. Þú veist, ef maður heyrði bara bílhljóð, þá bara... Það var rosalegt maður. Þú ætti að þekka gæðina þeim. Gardínunar sem ég var með á Tenerife, það voru alltaf hvítar þegar ég var að gæja svona út sko. Það bara byrja að leka úr hún. En shit hvað það var gaman maður. Þessi sketch er bestur, auðvitað blöð. Hefur þið séð hann? Er þetta Steypistöð? Já, þetta er þegar fyrir bekkin. Ég er honum að labba. Þú heldur með Manchester United? Já, United maður. Hver er svona uppáhaldsleikmaðurinn? Ég ætla að sé ekki Rooney. Ég held að ég sé alveg þar sko. Scholes samt, ég leit mikið upp til hans, hann var náttúrulega fáránlega góða leikmaður sko. Ég var nefnilega eitt gott með Scholes, ég fór kveðjuleikin hans. Já, ok. Já, svo byrjaði hann aftur. Já, það er skellur. Ég nefnilega síðasti leikurinn minn í Englandi var spilaður við Old Trafford. Já, það. En það var gott að enda ferilinn á Englandi á mínum velli sko. Það er svona heima. Já. Svona semi-heima. En núna í dag. Heim í hjartanu. Í Manchester liðinu núna í dag. Hver Já, núna. Bruno held ég. Samt finnst mér hann svo, þú veist, ég ætla ekki að segja mikið sko þegar ég er að spila við hann bara til nokkra daga sko. En, þú veist, ef ég væri stuðningsmaður annars liðs, þá myndi ég ekki get meika hann sko. Nei. En að því hann er United maður, þá dyrka ég hann sko. Já, þannig er í liðunum hann sko. Já, þannig er í liðunum hann sko. Þannig ég skil alveg aðra stuðningsmenn að geta ekki, þú veist, en hann er bara, eins og ég segi, hann er, þú veist. Þetta er bara eins og þegar fólk hataði Suárez. Já, við gerum það. Þú veist, United maður. Ég er Suárez maður. Akkurat, þetta er bara þannig. Þannig ég myndi segja Bruno. Já. Hann er geggjör. Ok, en samt í svona eins og þú veist, ef við tökum svona low legends, þú veist, eins og Jisung Park. Já, Jesús, hann var einhvern veginn. Ég kefti bara treyju með honum. Já, sko. Hann var sko vannmetinn, gæi. Þú veist, maður er alltaf einhvern veginn að sjá meiri og meiri, fleiri gæi talum. Ég held að vera að lesa bara í gær, einhvað vit sem Rooney fór í, þar sem hann átti bara að dekka Pirlo. Já. Og hann var bara á honum, þú veist, hann minkaði held ég sendingarnar hans úr sko 100 og eitthvað sendingum í leik niður í bara eitthvað 60 eða eitthvað. Og 40 voru sko tilbaka. Já, tilbaka. Ég var akkurat að lesa þetta nákvæmlega sama dæmi. Þannig að ég held að hann hefði verið virkilega mikilvæg fyrir, þú veist, þennan bolta sem að Ferguson var að spila á þessum tíma sko. Hann bara leikmann sem bara settur annarkvort á leikmann, svo var hann með gæði líka sko. Skora hann alltaf fullt af mörkum líka sko. Það gleymist. Þannig að hann var vannmetinn leikmaður sko. Hvern þolur ekki United núna? Er einhver svona, Antoni eða... Já, það er alveg hægt að færa rök fyrir því sko. Það er náttúrulega ekki kannski my cup of tea sko. Ég náttúrulega er kannski meira svona miðjumæður sem að, svona no nonsense miðjumæður. Þannig að ég
tengi kannski ekki alveg við Antoni þó hann sé, þú veist, flinkur á boltan alltaf, en þá svona, þú veist gerast hlutinir hægt, já, ég held að vera fínn á næsta tímabili, sko. Já, gæti verið, sko. En það er góð punktur, það er kannski Antoni núna. Já, svo Svavar var að senda mér. Já. Nennir að spyrja Segðu skál, bara takk. Skál, segir hann. Hann var að senda hérna, spurðu kóngin eða afsakið fyrirliðan stundum, hugsaðan stundum, shit, my life is a movie, fótboltastjarnar með fitnessdrottningu. Og hvar fær hann mesta friðin? Íslandi, Englandi eða Katar? Friður. Já. Hvar getur þú labbað bara mest í friði? Er þetta svona á? Þú veist, þetta sé svolítið íkt, sko. Það er ekkert eitthvað, ég er ekkert Ronaldo, það er ekkert öskra á mig bara með göttinu, sko. Sem í, vært Aron Fognir, sko. Það má ekki glemma, sko. Já, það var lítið, sko. En, þú veist, ég næ mest að slaka á Akureyri. Þú veist, það er náttúrulega bara, ég held að sé bara tengi við hérna æskuna og það, sko. En besta staðurinn eins og er Katar, sko, þar sem ég næ æða tíma með krökkunum og konunni og ég hitta og gera það sem ég elska að gera, fótbolta, sko. Þannig að ég held að Katar svona þeir hætti þá hún eftir að eiga svona sterka góða tilfinningu, þú veist, ef ég líti baka og maður svona, djúlega með vel hann það er oft þannig sem maður tengi við það sem maður hefur verið, sko. Nú, ef þú fengið til dæmis kannski, þú veist, eins og tala Twitter aðan, ógeðslega mikið neikvæðum kommentum og skóð líka allt það, en þú veist, við höfum fengið einhverju 2-3 neikvæð og kannski aðeins minna þú, en þú veist, hvernig tekur í það, eins og mótlæti og svona, hefur þetta áhrif á andlegu hliðina, fjölskylduna? Ekki lengur, nei. En þú veist, ég var náttúrulega gangið gegnum tímabilim hérna síðustu ár, sko, sem að reyndi kannski meira á fjölskylduna heldur mig sjálfan. Þannig að ég held að fjölskyldan, þú veist, baklandi, þau náttúrulega eru kannski ekki búin að vera í hvað segir maður ekki hérna allra manna vörum eða verið í sviðsljósi sviðsljósi, það var að leita því vorði þau hefur kannski ekki verið í því og kunna kannski ekki alveg á það apparat, sko. En maður einhvern veginn bara adjustar, þú veist, maður kemur sér bara einhvern veginn fyrir í því sem maður er í og mér finnst einhvern veginn ég verið með ágætlega breytt bak til að taka skít, sko. Bara orðin vani þó að sé leiðilegt alltaf, sko. En hérna, eins og bara kannski við erum að tala um fótbolta, þú veist, hæfileika og allt það, ef maður fær einhvern þannig hérna drull yfir sig, það einhvern veginn hefur engin áhrif á mig, sko, þegar maður veit einhvern veginn hvað maður hefur verið að bjóða og þú veist, hversu góður maður er í fótbolta, sko. Einhvern veginn, það er meira svona bara persónar kannski og fjölskyldan sem maður hugsar þegar þau lesa leiðileg komment, sko. Það er svona meira þess að tekur aðeins á mig, sko. Er þetta ekki oft líka bara einhverju gauðra bara með möndluköku og kókumjólk? Jú, svo er það, maður veit ekkert, þú veist, hvernig þeir myndu reakta ef maður myndi hitta og þú veist, þeir myndu kannski bara beða mann mynd út af göðu, staðan fyrir kannski að hrauna yfir mann á Twitter undir einhverju fölsku nafni, sko. En það, þess vegna segir maður á ekki að taka þetta inn á sig, sko. Það er vel að vera kallinn á baku einhverja skjái. Algjörlega, sko, algjörlega. Varstu með einhverjum svona geitum í yngri flokkum? Var einhver annar sem náðu, þú veist, langt eins og þú? Ekki í Þór, nei. Ég var náttúrulega upp allar yngri flokkana í Þór. Ég náttúrulega flýti aldrei suður, ég fer bara beint út frá Akureyri, sko. Þannig að það var engin á mínum árgangi sem að þú veist, hefur náð eitthvað langt þannig, sko. En þú veist, það sumir átt ágætisferla bara hérna á Íslandi, sko. Og það ber að virða, sko. Svona geitin í þínu flokkum. Hann að læra nýtt orð. Geitin. Varst að fara upp flokk alveg þegar þú varst í Þór? Já, ég var að æfa svolítið upp fyrir mig, sko, og spila upp fyrir mig, bæði handbolta og fótbolta, þannig að það gerði mig bara gott, sko. Ég þurfti bara að stækka aðeins undan hinum, eða sérst mínum jafnöldrum. En það er alveg, þú veist, gott fyrir. En maður sér kannski ekki mikið það í dag, kannski, þegar það eru svo margir iðkjöndur. Þú veist, það er alveg erfitt að koma mönnum fyrir, en kannski í svona minni klúbbum þá er það kannski eðlilegra að yngri leikmenn fá að æfa eða spila með eldri strákum, sko. Það er bara hollt og gott, sko,
fyrir leikmenn sko. bara þroskast. Unga pega, þroskast. En hvernig finnst þið framtíðin lít út? Þú veist, það eru margir ungir hæfileikaríkir, hvernig heldur þetta lít út í framtíðinni fyrir Ísland? Ég held að við séum bara á góðum stað sko. Ég hef verið að fylgjast drengurinn minn að æfa, hann var að keppa núna, ég var alveg verið í kringum þetta, þannig ég sé alveg það eru miklir hæfileikar í krökkunum, það er bara að skapa karaktera líka. Við þurfum að halda í okkar gildi sem eru þessi íslenska geðu ekki skilur eða ef maður má kalla það að vera stoltur og berjast fyrir hvern annan, maður þarf að halda í það. Það getur ekki allir reynd að vera eins og Messi sko. Nei, þá verðum við bara lélegt lið skilur við, því að hinn liðin eru undan okkur í því, þannig að við þurfum að eiga karaktera sem að eru svona öðruvísi heldur en hinni sko. Það þarf að vera góð sambland eins og við talaðum á hann, blandan í liðinu okkar þegar við vorum upp okkar besta EMH-um, það var blanda af hæfileikaríkum og það var blanda af drullusóknum sem að gerðu allt þess að vinna og gauðurinn sem að myndi hoppa fyrir lest fyrir hvern annan sko. Þannig að það þarf að eiga þannig gæja inni sko. Það þarf ekki bara að vera með einhverja gæja sem að kloppa 3 sko. Og hvað ætlar svo að gera? Hvað svo? Færi svo bara á því 3 mörk. Við nennu því ekki Ísland Þú eru allir að vera á sama plani róið sem átt. Vilt þú ekki taka hann í kortmyndur? Jú, ég ætla að gera það. Það eru kortmyndur frekar í bóði Garpur og Gulli mitt. Gulli mitt, það ég er svona fótboltatreyjukall sko. Ég var að selja fótboltatreyjur og sé það. Ég setti bara einhverja fulla treyjum í Gulli mitt og ég fekk bara lagt inn á mig bara 165 skall. Það er heldur þægilegt. Mjög fínt maður. Svo þetta er ekki bara fæti og bara mjög næs. Þú fór það bara beint í einhverja gullkeðu? Nei, veistu hvað? Já, bara eina keðu. Ég er ekki keðukall sko. Þetta er front. Veistu hvað keðan þarna kostar? Segðu mér. 4,2 milljónir. Ég er ekki að djóka. Já, en ekki sko. Ég fekk að lána það. Það er svoleiðis. Ég er bara þykistur okkur kall sko. Ég vil bara vera í stuðbuxum og hlýraból sko. Bara þægilegur sko. Áttu dýrið það? Já, við eigum hund. Við áttum 2. Hvernig? Bara svona, við áttum 2 litla. Mini Pinscher og Japanese Chin. Segðu þú já og svo veit ég hvað hund. Já, Mini Pinscher, svartur. Og við eigum Mini Pinscher ennþá, hinn dó úr krabbameini. Þannig að hann er út í Katar og við eigum einn hund. Þú þarf kannski ekki hettupiss og hundin í Katar Nei, ekki alveg. Hann þarf svona hita vettlinga því hann það er svo heitt annars brennur hann undir. Þeir eru nefnilega að selja svona hettupissur og á hunda. Já, ok, geggjað. En sérðu misjandi ekki fyrir þig með einn? Jú, ég sé alveg vel fyrir mig bleikri. Já, það verður nefnilega vígalegt Já, þá byrjum við þetta. Hvort myndur fyrir ekki að vera heyrnalaus eða blindur það sem eftir er? Heyrnalaus. Já, alltaf. Bara frá með deginum í dag. Já, heyrnalaus, þá myndi ég, þá get ég allar að spila fótbolta. Já. Þó við myndi kannski ekki heyra það mikið ef það væri maður í bak. Það er maður! Já. Það er að ræna þér bóttan. Og setja hliðaljós. Akkur talið ekki strákar. Hvort myndur fyrir ekki að fá gillinæð eða þurfa að fara í fitusúr? Þannig að Bjarki er á leiðin í fitusúr og ég fekk gillinæð. Já, ok. Hvernig er það? Það er sársauki. Já, smá. Óþægilegt að setja. Og svo þarf það að setja bara krem í viku og það var sjátt farið sko. Já, tek það þá bara. Það fitusúr, og svo kannski fitusúr, það er bara í síma, bara sést meiri sixpackið og bara ógeðslega næs sko. Hann er ekkert með kannski mikla fitu til að súa sko. Hlæðir hann hefur. Já, ok. Ég held ég þurfi ekki að fara í fitusúr. Ég tek bara ok, tek þetta á mig. Þannig að við erum að tengja þarna. Já. Þú þarfst verið, ok. Eins og þú sést bara skórinn. Hann er á leiði. Já, vatn á leiði. Hvort myndir frekar aldrei geta logið aftur eða þú trúir öllu sem þér er sagt? Þessi er góð. Já. Við erum alltaf auðtrúa bara aldrei eftir að bölli þér og svona. Var ekki myndan það Ricky Gervais? Invention of Lying. Það ekki? Var það þegar hann var að tala við litla krakkana? Nei, var hann ekki að tala við þóttir sem ekki hefði talað við Guð og var að setja einhverja reglur það ekki? Það er allavega Invention of Lying heldur hún heiti. Það er nefnilega þægilegt að geta tekið þessa litlu lígar sko. En það er samt alveg gott að vera hreinskilin líka sko og skýla sér ekkert á bakvinnit en ég er náttúrulega með 3 gæja sem maður þarf að stundum að ljúga að sko. Já. Hvað var hitt? Trúa öllu sem þér er sagt.
Wow. Nei, ég get ekki, það er ekki hægt veist, það er ekki hægt að vera svona auðtrú að láta ljúga sér það er bara þú er bara, hausinn bara að væra á miljón allan daginn þannig ég tek hitt, ég hætti að ljúga. Ok, hvort myndir þú frekar aldrei spila aftur fótbolta eða aldrei stunda kynlíf en þú mætti fá svona runk hér og þar? Úff, aldrei aftur spila á fótbolta? Já, stál þessar úr blöð þessi er góð sko. Þessi er nefnilega góð sko. En sko, ég náttúrulega það væri kannski öðru sem ég væri 20 og væri bara að byrja minn feril sko. Ég er 34 þú ert náttúrulega mjög sexualist maður ég veist bara sexuali sinna konunni og gefa og þykja á og til og það er svo gott svona við mest eru við að gefa ætli ég taki þá ekki bara ég hætti að spila fótbolta já, maður er svo langt eftir maður er svo mikið eftir maður þarf að tengjast konun það er alveg mikilvægt það er rétt sko. og hana fuglin ég hættur að fá læka á þetta það er allir Guður sagði mér að þegja í gær og hann var bara fullt af lækum kalkuna kæktan sagði þegju það var að fara að breyta það var að finna eitthvað nýtt hvort myndir þú frekar berja, udda eða gils ef þú þyrftir að velja annað kvot er ekki uddi minni þá getur þið bara mann tilbaka svona aðeins kannski þú myndir alltaf vinna já, ok gætir átt að berja gils bara undir beltinu sko ég held að gils myndi taka þig betur ég held að uddi myndi bara fara í fílu og bara aldrei tala aftur þess að Debbi Gransas hann á sveppa undir beltinu já, það er svolítið mástu ekki eftir því? Það var djefa fyrirsögn já, hann mætti með glóður á kalla á þakinu þeir eru búin að sættist í dag allir góður já, með þyrluna þetta var fyrirsögn að djefa bara 2011 eitthvað já, Davíð Smári, hann er bara um þjálfari já, gengur ógæslega vel þjálfari ég var að bera út þetta blað ég var að bera út þetta blað minni það já, ok Blaðberry við tengjum þar og við búin að bera blöð fóruð þau öll í rétt hús eða? Nei það var bara hendi hliða og satt þau öll komin í húsi báður að bera blöðun báður átnið the shit í dag varst í kerunum í bónus? Nei, ég var ruslahöfunum já, ok þess vegna er það svona illa lyktandi thank you fara þá í næstu hvað sagði ég? Gils var það ekki já, ég myndi berja Gils en hann myndi fyrirgefa mér við varum bara flottir eftir það bara takk í spaðan og góðum áfranga já, sættast bara hvort myndir þú frekar senda mynd af titlingnum á þér á Tengdó eða láta konuna þína fá sér tattoo Love Me till I Die eins og Klein og konan hans voru að gera shit þetta er vond sko. án þess að vera leiðileg við Kleina sko. Kleinikongurinn sko. hann er kongurinn en ég myndi aldrei neyða konunum mín að færa eitthvað tattoo sko. þannig ég held ég myndi bara taka skellin ég held að Lára myndi fyrirgefa mér sko. já, bara, þú veist þetta átti ekki að fara á þig þú veist, bara því miður en þú veist, við erum bara búin að taka þetta út bara búið, skilur þú? Varstu allavega búin að sjá hann? Þú veist, það bara engin leyndum á ykkur þú veist, ég er búin að gefa þér hérna 3 tengdaböld sko og þú veist að dóttin er heppin ömmuböld sko eru bara nánari kannski? Já, ég held að það er flott það fyrir við næstu hvort myndir þú frekar alltaf þurfa að hnerra þegar þú heilsar einhverjum eða þurfa að míga þegar þú spyrðir einhvern spurningu þetta er alveg bara low IQ spurning ég hef að hugsa næst ég held að myndi taka hnerrið sko það er svona vel þreitt sko monta þurfa að míga ef þú ert að spyrja spurning þú ert bara hættur að spyrja spurning já, spyrði ekkert lengur það er glata sko þannig ég tek hnerrið svo er hnerrið alltaf einhver smá fullnæging já, svo er það gleymist mann bónus hvort myndir þú frekar læka mynd af einhverjar fyrirvænandi á Instagram eða senda dirty skilaboð óvart á ættingja sem ætti að fara á konuna og er eitthvað svona aðeins að fara að sextálka konuna ok, en hvað og færði það bara að frænda henni frænda mig? Já, eða frængu eða eitthvað ok, má það vera bróði mín eða systir mín? Það er bara frændið eða frænda já, það er strax betra að væri því við erum svo náinn sko þegar ég, þú veist, frændi og frænga þetta þyrfti þá að vera frænda sko, ég gæti ekki haft það í mér að senda okkur að frængu sko. það er helviti vond sko. það er óþægt matabóð já, heldur betur
SMS-i kannski svona að segja hlutina sem í Dota-kassanum þetta allt ready fullhlaði ég var að stinga sko, ég held ég tæki það bara ég tæki bara dirty message sko. og segja bara sorry númera vilt og þekki kallin það gest alltaf að lendi í þessu það er WhatsApp-rugl. Hvort myndir þú veið alltaf í matinn eins og var gert í gamla daga eða bara borða McDonald's? Ég veið í matinn, alltaf. Ég bara get ekki McDonald's. Nei, borða eitthvað viðbjóð. Ég fæ bara illt í magan, sko. Ég hugsa það, sko. Ég eru mjög clean almennt. Já, ég meina, þú veist, kona mín er eins og komið fram, þú veist, hefur mikinn áhuga á fitness og mataræði og hún hefur hjálpað mér helling, sko, í bara framleikja ferlinu sko, bara að borða betur, borða réttar, þú veist, það er alveg hægt að borða vel en kannski eftir ekki að borða rétt, hún hefur alveg náða svona betur bæta það sem var kannski ekki alveg nóg gott hjá mér á svona tíma, að því maður er eldast þá maður lengur að recovera og þannig að ég bara, clean, þú veist, ég borða bara vel, sko, þannig að ég tek hitt, ekki McDonald's, hvað var hitt það? Veiða í matinn? Já, veiða, það er bara grjótart líka. Það er grjótart. Samt svo fyndi að því, sko, þeir eru báðið með svona fitnessdrottningum, en samt hann bara með vörubrettið að Tom og Jenna keksi, sko. Hann er bara, ég keypti það daginn, sko, fyrir drengina. Ég hef aldrei séð rífullunum mann borðaði Tom og Jenna keks. Já, ég borðaði nú ekki mikið sjálfur að því, sko, ég vorum að keyra norður, eins og ég sagði það, og þá, þú veist, dælum maður bara aftur í skilur. Já. Af því að þetta er löng ferð. Já. Hann var hérna bara með fengu Tom og Jenna. Já, hann var með þetta hérna og bara hálfslítur orku bara 9:30 morgunin. Orka. Já. Hann og 30 grömma sigrið, meira. Hann og Frost er alltaf með orku. Þetta er óallasti drikkur landsins, orka. Mesta sigurmagn. Það er svolítið. Já, bara... En Ingimar er búin að rífa sér og þú bara stoltur að segja frá því? Nei, en þú veist, ég bara skila skömminni. Með konuna heim og bara borða þurran kjúkling bara að reyna að halda shape. Ég er góður, svo kenni hérna bara í orku, sko. Skyndi orka, maður það nóg að gera líka, það er mikið að vinna og svona. Ég er að díla við þessa gaura, skilur maður, það er eitthvað, sko. Það er enda ágætis punktur, sko. Það er að síðasta. Hvort myndir þú frekar alltaf segja það sem þú hugsar eða aldrei geta talað aftur? Ok, má ég skrifa niður það? Já, það er svona. Já, sko, sérstaklega þegar maður er í viðtölum, svona, eftir leiki og fyrir leiki og svona. Það væri alltaf að koma eitthvað helst í vesen. Já, væri maður, þú veist, það væri maður í vesinni, þannig að ég held að ég myndi þá bara fara að skrifa á sína, sko. Já, skrifa skilabúð og láta þjálfarann fara með það. Já, það, sko. Skrifa vel eða? Allir lagi, ekkert eitthvað, þú veist, ég er ekkert tengiskrift, sko. Nei. En ég skil alveg það sem ég er að skrifa, þannig að það er bónus. Já, ég er ekki alveg þar, sko. Ég skil allar, sko. Nei, við erum alveg skelvilegir í pennan. Ég er svona svolítið í gamli skónu líka, ég veist eins og núna, ég sagði hana, ég er að læra, og ég skrif allt upp með blýant, svo færi ég yfir í tölvu. Já, mér veist einhvern veginn þægilega að muna. Svona glósari. Já, ég er glósari, sko. Myndur þú segja að það hefur hjálpaði mikið að skrifa undir risastóra samninga með skriftina? Það er náttúrulega bara, þú veist, undirskriftin, sko, hún er bara einhvað. Þannig að bara eitthvað bull. Ég kem bara að hérna í fyrir og svo bara strik upp, svo bara búið. Það er ekki heldur töff. Er það töffarskapurinn í þér? Nei, ég held að segja bara flýta sér að því að, þú veist, kannski er maður að labba inn á völl eða eitthvað og það er alveg nokkuð margir kannski aðdáðandi fyrir utan og vilja láta skrifa á, þú veist, það er maður bara hérna, það er búinn, í staðan fyrir að skrifa bara Aron Einar Málkvist, bara komin bara, hörruðu, ég er múin þreyttur í pötunum eina undirskrift. Hefur aldrei hugsað að vera bara með stimpil? Það er góð punktur. Það var alltaf hérna. Já, það var þægilegt. Já. Þú veist að hugsa í lausnum. Nei, þetta er... Það verður kannski ekki mjög persónulegt. Ekki alveg að tengja, sko. Þú stimplaði hérna hjá mér. Ég líka góngur. Herra, þetta er búinn? Já. Ég er bleir, þú veist. Það eru menn í þessu samfélagi sem eiga margt sameiginlegt. Þú fékkst náttúrulega bara 80 spurningar líka á Instagram. Já, við hefum það eftir. Já, eftir. En við ætlum að fara fyrst í, þú veist, hvað eiga þessi menn sameiginlegt. Þetta eru þú og nokkra geitur. Ok. Og þeir svona, þú mátt vera með í þessu að giska hvað er eiga sameiginlegt. Takk fyrir unnur. Og þetta er sem sagt Bubbi Mortens, Ómar Ragnarsson, Auði Blu, Arnar Gunnlaugsson og Aron Einar. Og það er ekki hægt að giska rétt í þessu. Jú, það er rétt svar. Þeir eiga allir eitt sameiginlegt, allavega.
maður giskar hárið þá það 2 augu, þú veist. Já, og veist það náttúrulega með annars svar, sko. Ég sé þetta. Já. Þetta er samt alveg augljóst. Já. Þetta það er allt, eitt við þess að kalla, það er eitt við þá sem þið ættu svona að fatta bara strax nána, sko. Ok. Hvað haldið það sé? Erum allir með putta? Nei, það er ekki það. Það er... Hárið? Hvað hár? Já, ekkert hár. Það sé það sem þeir eiga allir samanlega? Já, nei, þeir, að þið koma það? Býta, allir með nef. Ég var að fara að segja það. Þeir eru allir með munn? Allir brósandi? Nei, ég er enda ekki brósandi. Ekki brósandi, sko. Erfiður og reyður. Bubbi er ekki brósandi, hann samt svona brósandi inn í sér, sko. Já. Þetta er allt geitur. Það er bara svolítið. Þetta er allt fucking geitur. Það er enda góða punktur. Já. Það er bara svolítið. Ég vil að telja hvað hann er búin að segja geit oft í þetta. Ég er að koma með þetta aftur, sko. Það var ekki 16 ára guð sem kallaði mig geit, ég er búin að nota síðan, sko. Herðu, svo erum við að gefa því við erum svona ísbjarnagæjar, sko. Já. En svo sjástu pesolum okkar og svona. Ef ekki að leifa honum að dæma hvað er besta spurning? Jú, að sjálfsögðu. Jú, maður. Til, já. Við höfum fullt af spurningum. Sumar óþróskar, sumar bara venjulegar. Við sleppum kannski 2-3. Svona 90% óþróskar. En við sko Ég er ekki með Siggi Fostal. Hvað þyrfti til að þú myndir spila með Káa? Það er ekki, það gerist ekki aldrei. Það er bara ekki séns. Nei, það, veist ég, alveg upp í Þórsfjölskyldu. Frændi minn er hérna stofnandi og afi, langafi stofnandi Þórs. Þannig að, þú veist, það bara, ég blæði rauð og hvítur, sko. Þannig að það bara kemur ekki til greina. Já, svona alltaf lægið með stóra. Stóra, já. Já, Káa, það er litla lægið. Káa. Já, en svo var hann að gefa út nýtt, Hamarinn. Já, hann var ekki, já, auðvitað. Já, það komið nýtt. Það var núna spilað á herrakvöldið Þórs. Já, geggjað, sko. Hann er ógeðslega. Hann er geggjaður. Hann er góður í þessu. Já. Herðu, hvernig tók konan í það að hárið fór að þynnast? Þetta fyrir Ásgeir Mark. Bara allt í lagi, sko. Fyndi að segja frá því. Ég var að spila leik og hérna, það var kvöldleikur og rigning, Cardiff eins og vanalega og flóðljós. Þetta er bara versta blanda. Já, það ekki. Þú veist, þú ert bara, svo var ég bara að horfa, þú veist, ég var eitthvað að horfa highlights bara á leiknum. Svo sé ég bara, nei, hans. Já, það er síðasta keppnin. Byrjaði að koma svona hvítur blettur sem sást aðeins greinilega. Það er sem, ég held í þetta aðeins. En svo bara, þú veist, þegar fór, þá bara minkaði þetta bara svona markvist, fór bara neðar og neðar. Og svo bara, þú veist, þar skilur. Ég var ekkert að spá þessu, konan ekki heldur, sko, þannig að breytingum máli. Þú veist ekki að greiða yfir bara. Nei, það er bara vond. Já, við eigum nefnilega vin sem gerði það alveg 1 ár bara streit, sko. Já, það er bara pikk í öxlina. Já, við erum bara reynt margótt, sko. Já, við erum hótuðum hún, sko. Það er bara gaur, það er bara gengur, sko. Það er hálstak bara, þú ferður, þú snóðar þig. Svo er þetta, sko, þegar þú tekur bara dæmið, þessi slægin, bara rakar af, þá ertu bara, herru, ég lít bara miklu betur út sköllóttur. Þetta fer alltaf mönnum sem að verða sköllóttir, ferðum alltaf geðið vel. Það er nefnilega málið, sko. Ég er nefnilega vona að ég verð ekki sköllóttur, að ég rakaði með svona, bara allt hárið þegar ég var í geðrófi, og ég með svona, svo mamma það mist mig þegar ég var lítill. Ég með svo skrítið höfuð. Þess vegna ertu svona. Já, það kæmur ekki á það, sko. Þú ert þetta með rosalegt höfuð. Já, en það er aftan á. Ég held að virkir samt alveg, sko. Já, þú myndir alveg virka. Já, kannski. Ég skoðum þetta þegar enni hækkar svona halva sentimetri viðbót. Nei, þú ert flottur. Það er nóg eftir, sko. Þeir eru flottir. Ok. Ég er með smá kollvíkreindar. Það er ekkert að því. Nei. Þú ert þetta með svo mongus kollvík, sko. En flottastur. Það er bara alfa. Bara sókt jarfur bakur. Já. Eldgamla McDonalds merki bara. Já. Herðu, uppáhalds þáttur og mynd þessa stundina? Ég voða lítið, þú veist, ég var alltaf börnin, sko. Það voru alveg duglega að horfa. Það var Breaking Bad og þú veist, það er svona uppáhald, sko. En þættir núna, ég, sko, Afturölding. Mér finnst það kekkja, sko. Ég er bara á 3. eða 4. þætti, þannig að ekki, don't spoil it, sko. Einu bestu íslensku þættir bara sem ég hef séð, sko. Já, síðan sem ég sá var hérna þegar voru í partíinu eftir hérna sigurleikin á móti norska liðinu eða eitthvað. Ég er ekki komin lengra. Nei, þú verður að fara að horfa á það. Þetta er geggjaðir þættir, sko. Ég tjekka á þessu, ég þarf að gera það, sko. Geggjaðir.
Ég ætla svona aðeins að tjekka hvað þessi gamall helviti ungu þessi loka upphæð á dýrasta djamminu þínu, var það þessi virði? Loka upphæði? Já, svona loka verðið? Já, loka upphæð. Já. Hvað hefur átt eitt miklu pening? Ég held ég segi það ekki, sko. Það hefur verið það mikið, þú veist. Skammast þín. Já, virkilega, sko. Þeir eru færið kannski í einhverjar jamferðir og náttúrulega kostar sitt að vera með, þú veist, kannski borð og flösku, þú veist, áfengi og svona. En þú veist, verið þessi virði, já. Þú veist, það er náttúrulega skapa minningar og skemmtilegt, þú veist, tengir vinahópin eða hvað sem þú veist, með hverjum þú ert. En ég ætla ekki að fara út í verðið, sko. Þú varst kongurinn það kvöld. Já, maður held það. Já. Hafið þér svo hann annað einhverjum hvað 4 milljónum á tenni? 2,5 á 10 dögum. Eitt jam? Já, 10 dögum, já. Það er bara veist það. Það er ekki neitt fyrir hann, sko. Herðu, það var aðalega efni, sko. Já, ég okkar bara áfengi. Já. Og staðsetning, skilur, þannig að það kostar sitt. Já, bara amerísku ströndinni, sko, og hóteli, sko. Hvað, á tenni? Já, á tenni, sko. Ég hef nefnilega einu sinni farið á tenni, áður en það var vinsælt. Það var bara að þegar ég var í Coventry, fólk var í banni yfir jólatíman, náði mér í rautt spjald, og besta tricks í bókinni. Nei, ég var samt, sko, ég var ekki honum það reynslu mikið að vita þetta, ég er að fara í 3 leikja bann, en ég var í 3 leikja bann yfir jólatörðina. Þannig að ég sagði mömmu ekki að fara bara í einhverju sól, ekki á langt. Við byggum saman að það og við fórum til Tenerife áður en að Tenerife var vinsælt, sko. Og það var bara gamalt fólk þarna, þú veist. En geggja samt, sko. Já, nú er allir að það, sko. Allir. Herðu, Ingólfur Snær, smáfraktkongurinn, hann kemur með hvenær kom mómentið því ég er búin að meika. Hvenær kom mómentið? Ég held að við bara verið fyrsta leik hjá Coventry, sko. Ég held að það sé, þú veist, fyrir framann 32.000 manns, skilur við fyrsti leikur á tímabilum móti Norvits, held ég. Og þá held ég bara, wow, I'm the shit. Já, þessuna, eins og ég sagði á hann, þessuna gott að hafa mömmu, bara til þess að rífa mann aftur niður á jörðina, sko. Og svo bara mættur bara heim í bara karblót, skilur við, bara pasta eftir leik og svo bara æfing daginn eftir, skilur við, þannig að það var gott að hafa eitthvað svona á þess að fara bara gjörsanlega fram á sig, það er mjög auðvilt í þessum bransa, sko, að fara bara alveg fram á sér og halda að maður sé miklu betri og meiri en maður er og leggja sig ekki fram að því að maður heldur að sé búin að meika. En ég held að það sé þetta moment sem að maður, svona, ég hugsa kannski, þarna, þú veist, er ég komin í alvöru dæmi, að ég var kannski bara meira með varaliðinu, þú veist, í Aseta og, þú veist, ekkert ánunum alvöru völlum með neitt þannig, sko. Þannig að þetta var svona ákveðið stökk upp á því, sko. Hérna er Akureyringurinn Agnar Bjarni. Já. Veistu hvað það er? Já. Hann búin að taka þessi forhúðuna. Já. Hann var svo þrönga forhúð. Sýndi mér einu partí 2016. Já. Hann er að þjást við þetta líka. Þetta er kongurinn og hann spyrir hérna, þetta er Þórsari. Hann spyrir, endar hann fyrirlinni í þorpinu? Já, við erum búin að koma inn á það. Já, við erum búin að koma inn á það. Hann er, þegar veistu hver Eiður Eiðsson er? Já. Spennufróðurinn. Ha? Eiður Eiðsson, Akureyri? Já, ég þekki nafni, Spennufróðurinn? Nei, hann er hann kallaði það? Já, ok. Af honum allavega. Já, ok. Þekki hann flestur Akureyri sem Spennufróðurinn. Já, ég allavega þekki nafni. Já, þekki nafni. Með gleruðu svolítið tippin. En í hvaða félagsklúbb upplifirðu mest að þú ættir heima þar? Í hvaða félagsklúbb? Já, ég veist það náttúrulega er Þór, eins og ég sagði áðan, en Cardiff er svona maður second home, sko. Þannig að ég myndi segja Þór og Cardiff að því ég var hver lengst hjá Cardiff en þú veist, í atvinnumannaferlinum náttúrulega lengst hjá Þór og það er alltaf heima, skilurðu, Hamar Hamarinn, Þorpið 603. Yes sir, þetta er alltaf let's go. Gera á inn og já, það er svoleiðis. Gera á kirkjan þú ert ekkert eðalega mikill Íslendingur á Akureyri. Ég er það. Það er fakt, sko. En hvað er að skrítnasta sem þú hefur séð einhvern fan gera til að ná athygli þinni? Vá. Hefur fólk verið alveg crazy eða? Ekkert svo í muni eftir, sko. Það er alveg, þú veist, það hafa alveg verið svona skrítin moment samt, en samt ekkert eitthvað, ekkert sem að maður einhvern veginn hugsa með sig, vá, þú ertu ruglaður.
en það bara þetta basic sko, spjald, maður fór treyna þinn að skrifa á íslensku sem Cardiff, það er alveg engin ástarjáttning sko. Bara í DM Jú, ekki marga gellur eitthvað að senda DM á fótboltaminni bara jullur og eitthvað kannski bara meira þegar maður var yngri sko. En maður giftur og þrjú börn, þá lítið það okay. sem betur fyrir maður ekki mikið að leitast eftir sko. Ef forseturinn á leiðin í matið þín, hvað galdrar eru fram í eldhúsinu? Sko ég mikill grillari ég alltaf þegar ég elda þá alltaf einhvað sveitt sko, á borðinu ég gerir mjög góðan kjúklingaburger annars myndi ég sennilega bara grilla lambalæri eða eitthvað bara sér íslensk sko. Bara lambaskanka eða bara læri ég held að það sé auðvildast að grípa í bara grillið og maður getur einhvern veginn ekki klúður að því sko. Ég hef aldrei grillað, ég kann ekki kveikja grilli ég ekkert okkur sko. ég hef aldrei kveikt á grilli eða ég hef veldið mig kvíða sko. Ég þarf að YouTube þetta kemur fyrir fært Svo hvað upp á smómentið á ferlinum? Já, sennilega England, England maður fer einhvern veginn í svona bara blackout sko. Þegar maður hugsa tilbaka til þess að þegar maður var einhvern veginn það var svo mikið undir og það var þarna síðasta hotnið og maður bara býð eftir loka flautinu þetta var leið eins og 20 mínútur bara frá því að þeir voru að fara að taka hotnið og hangla að koma inn í og þeir skölluðu framhjá þannig að maður var alveg bara með hjarta í buksunum sko, að því að framlenging hefði verið svo slæm fyrir okkur þessum tímapunkti, því að Rashford var nýkomin inn á og bara með því líka orku sko, og var að tæta upp vængina á móti Jóa og Birki Jóa og Birki voru bara orðnir bara hægri bakur að Rashford var bara að hann hafi ekki komið inn á miklu fyrr svo það sko, en hann var alltaf ungur sko á þessum tíma, en hann kom inn og maður var bara en svo hafa líka fagnaði svo markið þegar skölluðu framhjá sko. Ég fór bara í algjört blackout sko, ég reif múr og ofan hljópa að stúkunni og svo bara einhvern veginn kemur tilbaka og maður vissi ekkert hvað var í gangi sko. Ég fór mér í blackout eftir þetta sko. Bara öðruvísi blackout Ég var hérna búin að vera í blackout einhverja daga Herðu, svo kemur einnina sem ég svona var, þetta getur verið mjög gaman að vita, Simon Levi. Hvað finnst Aron skemmtilegast að gera en að loka sinn á heimabankan og hlæja? Mér finnst gaman að horfa á handbolta. Þannig ég fylgist alveg grind með því þegar ég hef tíma. Íslenska? Já, líka bara Ólisteildinni og þýsku. Reyna alltaf að horfa á Final Four. Hvort sem að sé bikarinn eða úti í meistaradeildinni. Þannig að ég er mikill handbolta unnandi, horfum mikið á það. Þannig að ég held ég segi bara að horfa á handbolta sko. Það er svona drepur góðan tíma hjá mér sko. Svo hvort voru til að sjúa 1 skauð á 10 sinnum eða 10 skauð á 1 sinni? Hvað segirðu? Já 1 skauð á 10 sinnum? Hvort voru til að sjúa 1 skauð á 10 sinnum eða 10 skauð á 1 sinni? Tjekka hvað er þetta Þessi fara allavega ekki spurningu. Hann fara ekki 100 á skallinu. Nei, síðanst hann er Það er bara mynd af náttúrun. Hann er ekki svolítið ungur þessi? Hann er bara með mynd af kött hérna. Já. Þessi köttur. Þetta er gamall ágangur sem þú ert með. Hvort myndirðu freka raka skeggið af eða vera með möllet? Raka skeggið af? Já, ég var alveg til að vera aftur með möllet. Það ekki? Ég var akkurat að sjá vídeo á mér daginn. Ég lækaði á Twitter. Það var fyrsta ára mitt í Coventry. Sem ég skoraði í bikarnum móti Blackburn. Já. Þetta er einhver svona, Íslendingum með einhverja síðu svona íslenski leikmenn staðarendir og kom eldgamalt marka að mér að skora á móti Blackburn og þar var ég með mölletin sko. Geggjaður mann eftir því og ég held að mölletin sé að koma sterkur inn aftur sko. Hann er að koma sterkur sérstaklega með krullu sko. Það er bara svona curly sko. Mér finnst það bara geggja töff líka þannig að skeggið fer bara oft á tímabili sko. Ég er ekkert að safna þannig ég safna alltaf fyrir landsleiki og svo rakaði ég veit það ekki. Nei, er það bara til að vera intimidating? Já, það er hefð það er hefð, en þetta er fljótt að vaksa þú veist skeggið, hárið ekki þannig að ég held ég taki bara
rakaskeggi og fá möllet fá möllet tilbaka sko það er svolítið mikið það er samt ógeðslega ljótt sköllóttur alveg með þyrslupallinu og það var ákveðið lúk sko já, þið geta leitt einhverja pælingin á bakvið það að losa sig við gray share of hair, þetta er svolítið mikið hárið sko, ég skil ekki hvaða kjaftaði það er Nei. Hver er líklegastur í landsliðinu til að vinna jeppan í Brazilian Jiu-Jitsu? Vigni Freyr með þessa? Ég held sko ef við fyrir aðeins tilbaka það var á Sölvíkir Sölvi, já ég held að myndi pakka það saman og ég held með þess að flestir myndu pakka með saman ok, ég hef aldrei þú er boxer, já ég er boxer, já, alveg rétt, já, þá bara segir bara allir það gæti vera þessi kannski fyrir utan Birkima, hann er alltaf 20 kíló sko já, það er svolítið, ég myndi taka hann já, ég held að myndi taka hann á þyngdinni sko helst fyrir ermi sko já, þá er alveg bara ég fatt ekki sko Doste Carpet Matste Drapes það er svo hvað þú fattar já sami litur upp og niðri já á hárinu já ég er brúnhær ég er skólhæri sko ég er með brúntar ég er ekki rauðhær ég er með rautt skegg nei það var enginn að segja að vera rauðhær sko ég veit ekki ég var það ekki var það spurningi já uppi og niðri já notar þú hárrengakrem já niðri ekki niðri á lappirnar já notar á lappirnar já það er auðveldara fyrir nuttarana að nutta mann sko annars er það að nota svo miklu olíu þannig að það var eiginlega bara mér har sagt bara þetta raka á með lappirnar eða nota hárrengakrem á lappirnar til þess að þessi auðveldara að nutta mann þegar maður fennar alltaf í nutt eftir æfing eða eftir leiki og svona ég ætla að fá að gera eitt hérna í beinni okay. að ég er svona hárrengakall já og ég ætla að hringja í mömmu okay. Hún er ekki að svara, ég set alltaf leyninúmer það var eitthvað helviti skrítið já, sæl mamma mín, herðu, ég meina Aron Einar Gunnarsson hérna úr til beinni hvað sé jú, herðu, mætti ég kíkja á eftir ertu heima á eftir? Herðu, Raggi K.A. maður býður að heima við skilum því K.A. Já, en herðu, mætti ég kíkja á eftir og en að setur hárrengakrem á bakið? Já, sjálfsagt. Ok, ég kem eftir svona 2 tíma. Já, ok. Ok, mamma mín, elska þig. Tjóðlega það gekk. Bye. Það er svo er þetta heima. Ég fer bara á Skagan, hárrengakrem, allt bakið. Og Almar bróði gerir þetta líka sko. Já, ok. Við förum bara alltaf mömmu, við erum báðið bara Almar á 50-saldri, ég er á 40-saldri, alltaf hendur mömmu. Ég er nefnilega byrjar að fá hára baki sko. Ég er spurningum að heyri í gömlu. Já, talaði við mömmu. Já, bara easy, minnsta mál í heimi. Hún er alveg með þetta líka sko. Tjóðlega það vel gert, já, þetta er geggjað. Það þarf að passa sig að brenna ekki. Er hún gert áður fyrir það? Hún er búin að gera þetta í 10 ár sko. Já, það er svolítið. Já, bara við okkur báða sko. Ertu svona lóðin á bakinu? Æ, mjög lóðin á bakinu. Þetta er skelfilegt til þess. Já, ok. Ég var bara í matabóði í gær og ég var látin ríða mig úr ofan sko. En þeir styrir að vaksa meira, vexta hraðar eftir... Já, ég er í vítaring. Já, ég er í vítaring. Ég þurfti að komast í laser sko. Virkar það samt eða? Nei, ég veit það. Þetta er svo mikið líka. Þetta er eiginlega ég fyrir að gráta í tattúin á sko. Mér finnst alveg hræðilega vond sko. Já, ég tók alvöru sessun að baki á mér sko. Hvernig fannst þér það? Úff, ekki ógíslegt. Ég fekk Gunna Vaff. Já, hann kom til Cardiff til mín held ég 4 sinnum og við tókum alltaf sko 3 tíma sesjón á dag og svo tókum við næsta dag 3 tíma eða 4 tíma sesjón og svo var hann farinn á mánudeginu skilur til Norex og svo kannski 2 mánuðir setna eitthvað kom hann aftur og held áfram þannig að þetta var alveg sko þetta var alvöru pakki þetta er alltaf bara allt pakkið en klálega þessi verið mér varst liturinn vestur hann er náttúrulega bara á hryggnum á mér sko á spæn og hann alltaf bara hann er á fullu sko ég held að það hef verið vesti tímapunkturinn sko þetta er fokkið vont nefnilega en samt, þú veist sé alls ekki eftir því sko. Nei, þetta er maður alltaf að fara eftir það sko. Já, þetta er bara líka bara, þú veist, partur af manni skilur. Já, nákvæmlega. Það er bara svolítið. Herðu, erum við ekki bara að fara nei, herðu, við möttum að draga út. Sýtt, ég er að fá hitakast. Ertu búin með allir spurningar? Já, svo er þetta nokkrar sem eru svona hvað hundur 12 ára í þroska bara. Hver er mesta áskorun sem þú fengið sem fótboltamaður? Mesta áskorun? Já, má bara vera hvað sem er. Ég held að mesta áskorun sem ég hef lagt á mig sjálfur var að ná HM. Ná HM? Já, ég var hann að fór í hnénu og ökklunum. Þú vissur það bara daginn áður og þú fórst eða hvernig var þetta? Nei, sko, ég meittist í næst síðasta leiknum minni í Cardiff og það er bara kortir í HM, skilurðu.
og ég bara fer inn í klefa, það líður yfir mig og ég bara setjast niður að því ég er að átta mig svona hægt og rólega því að háum er bara búið fyrir mig að því ég gæti ekki rétt úr löppin þannig ég hugsa með mig bara þetta er crossband eða liðband og og svo fer ég í MRI bara daginn eftir ég segi, þú veist, þetta er sunnudagur allt lokað í Cardiff, þú veist, ég get að komast þar inn ég segi bara í doktorinn, þú verður bara að opna fyrir mig, því ég verð að fá að veit þetta í dag annars bara get ég ekki sofna því ég var bara í móki og ég fer í MRI doktorinn er frammi og Krissa, konan og svo doktorinn sem var að sjá MRI ég fer fyrst í hnénu MRI og svo var öklin alltaf eftir það ég fór í sama dæminu vinstri öklin, hægri hnéð og ég fer í hnéð og svo bara allt í góðu ég býð bara inn í hana ramman MRI-inu og svo fer ég í öklan þannig ég vissi að þau voru múin að lesa úr hnénu þegar ég kem fram og ég labba fram og ég sé Krissu brosa og ég bara fer að hágrenja bara litli kallinn og bara þú veist, og þá vissi ég að þetta væri góða fréttir í staðin fyrir og doktorinn segir bara, það er 20 stöðinni annarkvort lögum við meniskusi sem er liðfóðinn og þá missir þú HM eða við tökum 40% af honum og þú hugsanlega nærð HM en það verður eftirköst eftir ferilinn eða kannski á meðan ferlinu stendur ég sagði bara auðvöldasta spurning sem ég fengi sko. bara takk þetta bara úr núna og svo fór ég bara að hugsa en öklin þá var bara liðbandi farið og allt sko þannig að ég fer til Katar veist, ég er ekki byrjað að spila í Katar ég er í Katar, fer til Katar á Aspetar sem að Einar og Jónas Grani eru þessu sjúkurþjálfarar, geggjaði sjúkurþjálfarar bæði og ég bara þar í 2 vikur og bara konstant bara frá 8 á morgunin til 4 á daginn þannig bara var opnað og lokað ég var bara allan tíman inni að gera æfingar hjóla í einhver svona high altitude dæmi til þess að halda forminu og ég rauninni labba ég hérna bara inn á hækjum eða nánast í hjólastóla þegar ég var vinstri öklin og hægri hnið og svo eftir 2 vikunar labba ég út skilur og hugsa með mér ég gæti náð háum bara út af þessi ég tók bara með þetta ákvörðin ég fór bara þangað alltaf bara að redda mér og réttnaði skríða bara inn á og fyndið ég hugsaði tilbaka ég er að keyra krakka í hjólastól inn á móti Argentínu og ég hef átt að vera í hjólastól þetta var bara þannig þannig að ég rétt náði háum bara það er held ég erfiðasta áskorun sem ég fengi bæði hauslega og líkanlega bara að háa mér í það er bara kortir í HM og það er í hættu þú veist ekki að smíla óvissa en það komst maður eiginlega bara í gegnum HM á hausnum sko. Að ég var ekkert í neinu frábæru standi breiði einhverjar bólguðandi og bullandi vöku í hnén á mér og bara tappað út það er alveg fucking mission þetta var þannig en samt sé ekki eftir einni mínútu og hnén er fínt í dag sko. gott í dag það er bara að viðhalda þessu hvort er Snickers betra í Katar eða Akureyri? Súkkulaði Ég var að tala Snickers vinnu fann ég held að konir í við erum ekki komið svo látt en ef þeir vilja ef þeir viljið komu gott já bara það brána hraðar í Katar brána hraðar það er sko þú mátt gera það þú mátt velja eitt sigur sko það var hann að hvað Mr. Captain hrættur við var það þarna? já ok, hvað er hrættur við? besti staði sem við stundar kynlíf nei, Leo Curly liked your photo geggjaður, þekkir kallina Maleficent movie ég held sko að lengsta svari mitt hafi verið hvað stærsta áskorun ég held að það hefði verið svona að því við komum ekkert inn að háum tíman áðan þegar við vorum að fara í söguna þá ætla ég að gefa honum bestu spurninguna hún var heldur góð líka hvað er stærsta áskorunin he just won 100 euros bara lítið mál og það kom í Nikki til síðast það var Ronny Mall 69 nei eru ekki bara það er eitt í viðbót sem við viljum enda á við viljum bara fara yfir svona því þú átt húið og við verðum bara svona, við ætlum að hafa þetta bara í bakgrunn á meðan við þökkum hann kærlega fyrir þáttinn gjörsamlega heiður að fá þig í alvöru, það er bara takk kærlega fyrir að koma takk fyrir að sjá þetta maður þetta er átt í treyjunu aftur og bak að því ég fór úr henni og ég var bara að drífa mig að klæða mig í hana og hún var bara svona, hún snýri bara svona sko
en þetta eitthvað það rugglaðasta moment sem að ég hef verið bara vitnið að sko. Þetta nefnilega, það fær gæsa bestu moment úr eins lífi okkar líka eins mikið að fólk jókar með húi og eitthvað þá þetta þetta var náttúrulega þessum tíma var þetta bara þá var þetta bara geitað eins og Bjarki myndi segja okay. Sjáum við líka bláa hafið sko. Þetta ruggla sko. Var þetta ekki líka bara ómetanlegur stuðningur sem þið fengur Guðminn almáttur, bæði EM og HM sko. Þetta var, þú veist, félag minn hann var nýhættur með konu sinna í kringum EM og sérst kæristinn sinni og þú veist, hann ferðaðist á EM tók sér bara einhver bíl og svaf í honum bara, hann keyrði bara alla verðina og hann sagði, þú veist, ég með einhverja 2 milljónir yfirdráttina núna eftir mótið en mig gæti ekki verið meira saman sko. Þetta búið að vera það sturla dæmi Fokk maður Fólk leggur á sig veist, og það kann maður að meta þetta er líka bara þetta er bara Ísland stuðningsmenn við erum svo tengdir við höfum alltaf verið þá og verðum þá alltaf sko. Þetta er bara ein heild hvað sem þú sér, handboltalandslið eða fótboltalandslið þetta er svo þetta bindur okkur svo mikið saman það er alveg sama hvaða skoðanir höfum þú veist, alls það er í lífinu okkur svona en þegar þetta kemur þá er þetta bara drullu saman þá eru allir bara félag allir saman í liði, það er ekki oft en það gerist nei, það er nefnilega ekki oft en það gerist sko. Þetta er líka þess að þegar var fyrir EM það sem var í gangi, þú veist, nýri bæ var það ekki bara, þú veist, 80.000 manns bara nýri bæ eða eitthvað já, bara sturla líka að kom heima á Arnarhóli svaka nei, þetta var, ég var allavega ekki lent í þessu mann eftir að handboltalandslið gerði eftir Ólympíuleikana þegar komið hérna flugin og Reykjavíkurflugvöll og það var einhvað epist moment sko líka og þetta var bara svipað þannig að að upplifa þetta bara er hérna geggjað sko. Líka sigurmarki á Arnór Ingi já, hann er Östuríki hann er alltaf skópinn hann englandsleik sko ef hann ekki skora, það er náttúrulega ekki spilað á England hann spila með England á stórmóti og vinna það bara rugl en hvað er planið þá núna? Herri, ég er bara heim konan er að vinna klukkan 12 þegar hún á okkur að við erum með Akko Björkin það er svona húðvörur sem er hérna það er bara rétt hjá það er bara Suðurlandsbrauð rétt hérna hjá maður fara að auglýsa það eins og hún er bara að vinna í því hægt og rólega það er að koma þessum vörum út en annars er ég bara að æfa ég er að æfa með FH frí dagar eindur æfingu þannig að svo er ég að fara í viðtal 1-1 með í þungavöktinni í kvöld sem að verður farið aðeins yfir söman og svo er það bara síðasta viðtal sem ég tek þannig að þið og höfðingi fengu sér viðtali þetta sumri allavega já, þetta sumar, geði mig takk fyrir mig má ég hitta á þig einhvern tímann og láta það hefur göttustráku hættu þessu já, endilega þá eru við bara í toppmálum við höfum kjallega takk fyrir mig þessi þáttur er búið Detailsettersins Fitnessport, Gullumitt Garpur, við erum alltaf í íspinninum það er over 1.5 goals á Aron í næsta leik treysti mér eftir þrennuna já, það er hvað það fyrsti, elsti gaurinn til að gera þrennu í Íslandi með landsliðinu já, með landsliðinu, það er rosalega það er geggjað, ég finnst að það verið geitað takk kærlega fyrir okkur, takk kærlega fyrir að koma geggjað